En að lokum var þetta bara mín prívat ákvörðun. Ég hafði ekki áhuga að vera í hljómsveit lengur, ég hafði ekki áhuga að gera tónlist lengur, ég hafði ekki áhuga á því að vera í þessu lífi í 1 sekúndu í viðbót. Hljómar eins og bara flugmiði til Suður Ameríku var hann að handa við hornið. Ég var bara búin að fá nóg og ég ætlaði aldrei að snerta kjöðana aftur sko og það var svo góð tilfinning. Það var bara besta tilfinning sem ég fengið að hætta í Kvarasi og hætta bara að gera tónlist. Og þegar þetta orðið ljóst fyrir þetta að hætta, þá bara næsta rökrétt að skrifa að fara í nám? Ég þurfti að hugsa hvað ég ætlaði að gera og ég þurfti að hugsa hvað mér langaði að læra. Fyrir mig að fara í háskólanum, þarna er ég 29-30 ára og kannski lét ég Kvarasi dragast aðeins svo lengi. Ég var að taka ákvörðun að setja þetta skólabekk með, 21 árs krökkum. Já, en sko, og þetta er náttúrulega aðdáendur. Ég veit það var svolítið skrítið. Ég veit ekki það voru aðalega bara eins og Jón Jónsson sagði mér daginn, sko, hann sagði, manstu ekki, ég var í tíma með þér í hagfræðinni. Bara, þetta gaurinn í Kvarasi bara, og hún var fast að fyndi að ég var í þessum tímum, sko. Sölvi Blöndal er einn af fáum sem hafa bæði verið valdir sem trommari músíktilrauna og ráðnir inn í Kaupþing af Ásgeiri Jónssoni, seðlabankastjóra Íslands. Það gerist reyndar ansi margt í millitíðinni hjá honum. Sölvi með sína maníu nálgun á lífið hafði einsett sér að vera besti trommari í heimi og nýstofnun hljómsveitans Kvarasi var fínasti vettvangur fyrir það markmið. Kvarasi slær rakleiðis í gegn á Íslandi en tokkstreitan innan bandsins lagði það af og meðlimir bandsins skrá sig ýmist í nám meðan Sölvi hélt í ferðalag til Suður Ameríku. Þar áttaði hann sig á því að Kvarasi ætti skilið 1 séns í viðbót, blessunulega. Því þegar bandi kom aftur saman, sprakk það út, nema núna á heimsvísu. Kvarasi unnu með Cypress Hill, hituð upp fyrir Prodigy og Eminem. 2002 kemur Jinx síðan út og Kvarasi fyrir á Billboard-listan. Allt virtist vera í blóma en U-beygjan var tekin og Sölvi skráði sig í hagfræðinám. Sest á skólabekk, 30 ára gamall með aðdáendum sínum á Íslandi, er ráðinn inn til Kaupþings, svo Gamma og hlýtur titilinn Hagfræðingur ársins árið 2017. Það er kannski mörgum spurningum ósvarað í þessum úrdrætti hjá mér en til þess er þátturinn gerður. Ég vildi ekki menga þáttinn og eiga í hættu á hann er tekið niður fyrir höfundaréttarbrot með því að spila lögin sem við ræðum inn í miðjum þættinum, þannig að þetta verkefni er sett í ykkar hendur. Opnið ískaldan topp í dós, finnið Kvarasi á Spotify og rennið yfir diskografíuna. Svo fyrir þá sem mistu af slípernum Hveitibirni með stuðmönnum, þá er það lagað inni sömuleiðis. Magnað, þetta podcast sem þú ert að hlusta á er einnig inn á Spotify og öllum helstu hlaðarsveitum. Það væri ekki árás á mig persónulega ef þú færar inn og ítir á follow eða subscribe, hvað sem þú ert að hlusta á þetta. En ég vona það besta og býstu við því versta. Taktu 10 sekundur í máli meðan ég tjái þér að toppur í dós fæst með límónu og sítrónubræði, hann fæst bragðlaus og hann fæst með eplabræði. Allir 3 framleiddir samkvæmt ítrustu geðakröfum því að þú ætlar að gera eitthvað, gerðu það þá vel. Ef þú vilt útivist í þitt líf, eða kompressjónfatnaði í þitt líf, eða raka- og loftrensitæki, nálastungudínur og snjallúr, þá heldur þú beinustu leið upp á Stórhöfða 25 í Raunheimum og mætir í risaverslun Eirbergs eða á eirberg.is fyrir stafrænu upplifununa. Allt fyrir heilbrigðan lífstíl á einum stað. Sjóvá voru svo að bæta við sig 5. árinu af ánæðari viðskiptavinum tryggingafélag. Ekki skrítið, kemur ekki á óvart, ég er ekki hissa. Því viðskiptavinir Sjóvá í stofni fá hluta sinna iðgjalda endurgreiddan ef þeir eru tjónlausir, þeir fá vegaaðstoð, þeir fá afslátt af barnabílstólum og bestu þjónustuna á þeir. Sjóvá tryggir ánæðari viðskiptavini. Það er komið að Sölva Blöndal, forsprakka Kvarasi, hagfræðingi, fyrrverandi starfsmanni Kaupþings og Gamma og stofnanda Öldu Music. Áður en ég hef þáttinn minni ég á að úrvalið og gæðin sem er að finna hjá Kemi á Tunguhálsi 10 eða á kemi.is eru ólýsanleg. Þú fær meðal annars Boss rafgeimana hjá Kemi, Kemi tryggir úrvalið og Boss tryggir gæðin. Sölvi Blöndal, gefur þið svo. Þú varst aðeins að tísa mig með einhver sögu af Ólafi Jóhanni hérna áðan. Hver er svona þín kynni af honum? Já, ég hlustaði á podcastið með honum og ég þekki hann ekki en það var þeim tíma hann var að segja frá því að hann var yfir Sony Music, eða Sony Entertainment og undir það fjallu út af PlayStation og músíkin líka. Og þá var þannig að ég þekkti strák, þá vorum við í fyrsta ári í MR, sem þekkti strák, sem þekkti hann og hann hafði einhvern veginn eftir krókaleiðin fengið frá Ólafi Jóhanni fyrstu plötuna með Cypress Hill og þá var komið saman og hlustaði á plötu
og þá er hann ekki komin út ennþá sko. Já, einmitt, Þannig að- það var mjög exclusive. Já, þetta var svona exclusive fyrsti aðgangur að þeirri plötu sem, þú veist, við fíluðum allir og dyrkuðum allir en hérna bara fyndið sko að svona var þetta í gamla daga, þú þurftir að verða þér út eintak Einmitt. og hérna sem er náttúrulega ekki þannig í dag. Miklu romantískara sko, að vinirni komu þarna saman, hlusta á hana saman. Já, ég er alveg, þú veist, nógu gamall til að muna það þegar einn aðili í vinahópnum keypti plötu til dæmis eins og eitt sem ég man eftir 2 plötur Primal Scream, Screamadelica eða Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic, þessar svona klassísku plötur sem hefði mjög mikil áhrif á mann. Platan var keypt, 5 strákar fóru í svefnherbyggi, stærri frostaskjóli, hlustuðu á hana og svona greindu lögin, Einmitt. svona pældu í þessu, já, heyru þessi kapli og þessar trommur og bla 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 sko. Einmitt. Þetta voru svolítið öðru sér tímar sko. Já, ég eiginlega þrá þetta þó svo út af ég er eiginlega bara svona orðin úrkynjaður frá þessu út af því að maður bara kemur út ný plata með bara eins og núna nýlega The Weeknd sko og maður hlusta kannski á nokkur og hérna síðan eitthvað, hvernig finnst ykkur platan? Ég er reyndar ekki búið með hana, ég er bara búin að taka einhver nokkur sko. Mér finnst þetta svona, þetta er smá vanvirðing. Já, ég skil að ég skulle líða þannig en hérna ég held samt að þetta er bara annað. Já, að sjálfsög, einmitt, þetta er annað sko. En þú veist, ég skil líka þá sem eru svona sem sakna þess að vera með plötur heim í stofu og það er endar merkilegt nóg, það er umtalsverð aukning í fysikal eða vínilplötu sölu í heiminum. Maður er tekið eftir því. Já, og við finnum það og það er alltaf meira og meira og ég vil þó að verði ekki kannski ráðandi format eitthvað þannig þá er þetta er alls ekki að fara þetta er þannig og þetta er skemmtilegt og Einmitt, mann langar líka að haldi og þetta er bara frábær líka vettvangur til þess að búa til falleg cover, plötuumslög og hérna bara, þú veist, fá inn einhverja ljósmynd og eiga þetta er mjög eigulegt sko. Og síðan náttúrulega, ef þú átt einhverja uppáhaldsplötu sem kemur út, geðveikt þegar hún kemur út á vínil og þú getur átt bara svona vínil-eintakið af henni. Vínil er fallegt fyrirbæri. En geisladiskurinn er aðeins ljótari sko. Hann er það. Þetta helvítis plasthulstur utanum hann sem er oft bara brotið og leiðilegt. En eitt annað millistig kasseta. Já. Það er lúmst. Ég hef alltaf svona, ef ég ætti að velja eitthvað svona eitt, það var ég kassetu maður. Já, það? Já. Þú vildi bara, hérna, með kassetutæki náttúrulega? Ég á kassetutæki og ég spila kassetur. En áttu líka, þú veist, svona kassetutæki þar sem þú mæntalega svona poppar út, hérna, opnar svona loka á því, lætur í og tengt við þá hljóðkerfi, ekki bara við, já. Ok. Það er sérstakt sound á kassetum. Er það? Já, það er, þú veist, allir hljóðnördar myndu segja að þetta er mjög ljótt sound en mjög staflott. Já, ok. Eitthvað svona old school dæmi. Það er bara svona, það bjagar. Já, það. Og er svona tape compression á kassetum og ef þú gleymir kassetu í bíl eins og var hérna í gamla daga þegar þú varst með kassetutæki í bíl og það var frost yfir nóttina það breyttist soundið og skemmtist og það er sjarmi yfir því sko. Já, svolítið, þetta er bara eins og með hérna, filmuljósmyndir í dag eða filmubíómyndir, hluti skotnir á filmu. Einmitt. Það er bara, hérna, og það hefði klárlega verið ljótara í einhverju skilningi út af það er oft svona greini og svona en fólk bara, nei, þetta er sálin í myndinni sko. Þetta, ég verða að halda þessu. Já, það er nú málið þetta er svona að sjá gamla myndir og eitthvað, ég veit ekki, maður fær alltaf smá sjokk við þetta, hvað þetta er léleg gæði en þetta er svona flott ljótt sko. Já, einmitt, flott ljótt og líka bara svona nostalgíst sko. Einmitt. En þeir þarna hittast emmeringarnir að hlusta á Cypress Hill og Red Hot Chili Peppers og svona. Ég held að Barði Jóhansson hafi verið að það. Það er Barði Bangang? Já, okay. Við erum gamla vinir. Já, hann kemur víða við maður. Ég held að hann hafi átt einhvern þátt í þessu Cypress Hill máli. Hann þekkti einhvern sem þekkti Óla Jóhann. En sko, MR á þessum tíma, er þetta lærði skólinn? Fóru gamla ljósin í MR? Já og nei, sjálfsagt. Ég var hana, nei, ég held, ég er úr Vesturbænum, þetta lá beint við að fara þangað, ég er Tjarnarborg, minn námsferill er Melaskóli, Hagaskóli, MR. Já, það var það bara rökrétt skrif. Já. En ég er að hugsa sko að þið gefið út, sko, hvað er sem gefur út fyrstu plötuna? Switchback. Já. Switch Stance. Já. Sem er referens í einmitt
bretta já. switch dance er það svona bretta trikk. Já, það er trikk, það er ekki bara staðan á eða það, Steini er skeitarinn Já, sko. ok. Hann skýrði þetta. Ég er akkurat að reyna að koma svo fyrir hausnum á mér sko. Þú ert í MR en er samt að gefa út plötu sem heitir Switch Dance með svona referensi í brettamenninguna og harður rappari, ertu, þú veist varstu svona smá hvað maður að segja, í brettamenningunni en samt góður námsmaður eða? Sko ég var aldrei mikið á bretti eins og Steini kemur 100% inn með þessa svona hann var alvöru skeitari og þannig að hann hafði svona innegnina til þess að standa fyrir þetta. Ég var ég var ekki góður námsmaður í MR framan af en ég varð góður námsmaður. Ég svona late bloomer og en ég slisaðist bara inn í Kvarasi sko. Kvarasi er eiginlega árið eftir ég klára MR sko. Ok, hver er svona hvernig fæðist Kvarasi ef þú slysast inn í þetta? Þú veist, ég var bara svona að ráða ráðum mínum, ég hafði klárað MR og just, ég hef alltaf verið í hljómsveitum, skilur, að spila trommur og ég, þú veist, minn vinahópu voru svona hljómsveitar krakkar, skilur, og það var svona mitt crew og og ég var einn í hljómsveit sem heit Stjörnukissi og sú hljómsveit vann músíktilraunir til dæmis. Þú var trommum líka þar? Já, ég voru trommum og reyndar svona, það var eitt svona mesta hamingju moment sem ég man eftir þegar ég vann var valinn besti trommarinn í músíktilraunum 1995. Já, ok, þannig þú varst alveg, þú hafðir þetta í þér? Já, ég man svona vá, það var þarna þetta var góð tilfinning. Já, þetta var toppurinn. Þetta var toppurinn og við unnum hana og síðan hætti ég þegar ég hljómsveit svona fljótlega eftir músíktilraunir og byrja bara svona að dunda mér í að búa til þessi fyrstu Kvarasi-lög svona sumarið. Hvernig tónlist spiluðu í Stjörnukissa? Það var svona rock, punk, nýbylgja. Ok. Þannig að þetta áttalega svona, þetta para alveg ágætlega vel við það sem Kvarasi varð. Já, ég var alveg á kafi í þessu, þú veist, hljómsveitarlífi, skilur við, var eitthvað alltaf að spila og svo fyndi mér svona eins og underground, ég var underground senan í Reykjavík á 10. áratunum, þú veist, þetta var svona ég man að mér leið og okkur leið þannig eins og þetta væri bara allur heimurinn. Þetta er svolítið erfitt að útskýra þetta, því að þú veist, þessir í þessari hljómsveit og þessari gera þetta og þessi hætti þessari hljómsveit og byrji þessari, þú veist, okkur leið bara það er engin annar heimur en þessi heimur og en ekkert gekk, þú veist, við náðum aldrei einhvern vinseldum og nefndi enginn að, þú veist, koma tónleika og enginn vildi spila lögin okkur í útvarpinu og það er eiginlega ekki fyrir nýja stofna Kvarasi með strákunum að einhver fyrir að veita þessu athygli svona af Íslendingum. Einmitt, og en sko þegar þú ert að segja að þú byrjar að semja þessi lög fyrir Kvarasi, hvernig virkar það? Þú að semja lög, þú sem trommari hvernig eru alveg fyrir þér á einhverjum öðrum, hvernig sömdu þessi lög? Ég meina, ekki varst að riffa eitthvað á gítar? Sko ég hafði náttúrulega aldrei saman einn lög en ég bara spilaði á trommur í fullt af hljómsveitum og var bara mæta á æfingar bara og þú veist, daginn út og daginn inn og alltaf að æfa mig og æði mig, ég er svona manískur sko, ég gjör sannlega, ég ákvað bara að reyna að vera besti trommar í heimi og ég æði mig svona 18 tíma á dag sko, bara í mörg ár sko, þú veist, ég bara setti þetta bara markmiðið mitt. Síðan þegar ég hætti í Stjörnukissa eða þessu bandi og hætti að bara hugsa ég bara, mér langar ekki lengur að vera í svona hefðbundnum rockljónstum og þá var ég búin að kaupa með einhverja tölvu, svona litla Macintosh SE30 tölvu og einhvern sampler og byrjaði svolítið að hugsa tónlistardæmi upp og nýtt út í að programmeringar og ég fór að hlusta á bara líka hip-hop tónlist og rap tónlist og Public Enemy og hvað þetta heitir nú allt saman og Cypress Hill og við bara, hvernig er þeir að gera þessa tónlist þannig í Bandaríkjunum og fór bara einhvern veginn að reyna líka eftir því og einhvern veginn að reyna að gera svipað og þá byrjaði ég að gera þessa fyrstu Kvarasi grunna og sem fóru síðan á fyrstu plötun okkar og Switch Dance EP-na og síðan bara
leiti eitt og öðru, ég kynntist Steina og frétta að hann var að rappa og hann var rappari og vildi hoppa á lag með mér og ég gaf út þessa fyrstu plötu bara sjálfur og ég hringdi í Hössa, gamla vinn minn úr MR, hann hoppaði í stúdíóið og saman einhvern veginn kokkuðu þessa fyrstu EP og við byggust ekki við miklu heldur, þú veist, bara framleitu við hann 500 stykki að þessu, ég framleitu þetta og þetta kom heim og síðan bara var þetta allt í hennu bara alveg svakalega vinsælt og ég var mjög hissa. En hvernig kemur lögum á framfæri þarna? Þú veist, það ekkert Spotify, það ekkert net þannig séð til þess að vera að dreifa þessu. Þarf að fara bara með fysiskt eintak upp í einhverja útastöðu eða varst þú í því grændi líka? Já, ég var svolítið í því grændi en með Kvarasi og þessa fyrstu útgáfu sem við gerum þá bara labbaði ég inn í einu plötubúðina sem ég þekkti fólk í, sem var Hljómalind, það var plötubúð sem var svona underground plötubúð á 10. áratugnum í Reykjavík og þeir tóku þetta bara eitthvað í sölu og síðan fekk ég símtal bara 2 dögum setna, þetta allt búið. Nei. Og þá við kláruðum að selja 500 eintök á bara 2-3 dögum sko. Og þú úr Stjörnukissa ekki vanur þessum móttökum? Vanur þessum móttökum, sko, ég gæti ekki neitt sko mömmu mína til að hlusta það sem ég var að spila með þessum hljómsveitum sko og þú veist ég veit ekki, þetta er svo skrítið með tónlist, það er annað moment eða það er ekki moment og þú getur alveg verið að gera fína hluti og góð lög og allt en ef það er ekki moment þá hefur kannski engin áhuga á þessu sko. Einmitt. Og það var moment fyrir Kvarasi þarna, 96 þar er bara fyrsta platan bara, hún hittir bara beint í mark gjörsamlega í mark og allt í einu bara var þetta í powerspilun á X-inu og víðar og bara eftirspunnin gríðarleg og þá allt í einu áttu að fara að spila og við höfum aldrei gert það áður og þetta var svona alls konar flækisti í þessu en þetta var náttúrulega bara fyrir ungan mann og menn eins og okkur var þetta bara svona sjokk sko. Þú veist, hefur einhver áhuga á því sem við erum að gera? Það var svona svolítið svona, wow, þetta er gaman og var svona svolítið ringlaður. Einmitt. Hvernig tókst ykkur til á fyrstu gigunum ykkar? Ekkert sérstaklega vel. Þú veist, fyrstu gigin okkar voru svona kaotísk og örgulega illa samdandi og illa spiluð en það var gaman. Var þetta ekki mikið playback? Playback, en það var mikið playback og mikið áfengi haft hönd. Já, en þú samt grótarar á trommunum, þú alveg vildi láta ljósið skína þar? Já, ég kunni ekkert annað, hvað átti ég að gera? Ég kunni ekki á gítar eða ég kunni ekki spila bassa. Þetta var bara ég, Höskuldur og Steinar og við vorum bara einhvern veginn að reyna að láta þetta einhvern veginn virka sko. Einmitt. Þannig að þú veist, við vorum náttúrulega bara Hössi hafði verið í hljómsveitum, ég hafði verið í hljómsveitum, þetta var eitthvað allt annað. Við vorum með playback og vorum með tölvur og vorum aðeins svona, en þú veist, við vorum líka bara einhvern veginn reyna að búa til þetta. Við vorum með orkuna, en við áttum svolítið eftir að fíntjúna performanceinn og soundið, sko. Einmitt. Þetta er náttúrulega að tala svona, maður þarf að hitta inn á réttan tímapunkt með oft einhverju tónlistastefnur. Hvað er í gangi þarna á Íslandi? Hvað er fólk að fíla í kringum? Út að ég hef heyrt líka hvar sem var til út að það var bara til svo leiðilega tónlist á Íslandi fyrir. Manstu eitthvað hvað var vinsælt í útvarpinu þarna fyrir ykkur? Já, ég man það reynda mjög vel og ég hef alltaf fylgst mjög vel með svona popular culture og þú veist bara vinsælta tónlist. Þú veist, stóru hljómsveitarnar á Íslandi á þessum tíma eru þetta, þú veist, Sálnas Jóns Míns og Nýdönsku Toppmóbíl og margar virkilega flottar sveitir en þær voru kannski á örlítið öðru markaði. Síðan varstu auðvitað með þessa indie senu sem var mjög sterk og auðvitað toppurinn henni eru auðvitað, þú veist, Björk og Sigurmólarnir. En það er bara eins og annar heimur, það er út í Englandi að túra með Sigurmól, síðan varstu með þessa svona lokal senu. Það sem hvað þessi gerir er að það er eitthvað bullandi að undir niðri sem ég greinlega þú veist, við töppum inn í og bara sem ég held að sé svona við vorum alltaf í að sinna kráti sem hafði verið að hlusta á Prodigy og þú veist alla þessa hip-hop tónlist krakkar sem höfðu ekki fengið neitt íslenskt svona. Einmitt. Og allt í einu bara er það komið og við kannski áttuðum ekki eins og nokkuð sjálfur á því að við værum að fara inn í þetta
en það bara kemur á daginn, það er óbúslega markaði fyrir þetta og bara rosalega stemning fyrir þessu að fara á tónleika og kaupa plötunar og við vorum farin að túra át hvern einasta bæ á Íslandi að við vissum af, sko. Einmitt. Og en ég myndi ekki orða að hann að vera leiðileg tónlist, það var bara, þú veist, ekki svona tónlist. Nei, og ég geti líka trúið að sko, markkópurinn sem var verið að svífira þarna með að vera ekki búið tónlist fyrir, þeir hafi verið bara lojal Kvarasi aðdáendur, bara svona smá rebelstemming, loksins einhver tónlist hérna fyrir unga fólkið og fólki sem vil vera á hjólabrettum og ekkert þetta, þú veist, dæmi sem að fullorðna fólki er að hlusta á. Einmitt, sko, hjólabrett eru, eins og þú segir, sko, þetta er svona kúltúr, þetta er ógeðslega flottu kúltúr og við gjörsamlega beintengdum inn í þann kúltúr. Ég eins og ég sagði mjög áðan, ég er ekkert einhver brettastrákur, en Steini var það og hann var með innegnana fyrir því að vera það, skilur, og við einhvern veginn, já, ég meina, þú veist, svo þetta er svona, og ég kannski á Hössi komum með þetta svona smá, svona hörku, rock hörku inn í þetta líka, þú veist, við vorum vanir að spila svolítið live, það var ekkert nýttur okkur, og Steini kemur með þetta var bara ógeðslega flott mix af mismunandi áhrifum og aðdáendurnir sem við eignumst þannig mjög snemma, þeir hafa bara fyllt okkur alla tíð síðan. Þú frelsast inn í þetta Kvarasi erindi, það er bara, þá ertu bara með Kvarasi, bara rest of your life, svolítið, sko. Akkurat, og við fundið það, þú veist, þetta okkar aðdáendur eru rosalega lojal, sko. Einmitt. Og þetta líka bara, ég held að það var til smá svona, sko, keðjuverkunar áhrif að bara, þú veist, þeir sem þóttu cool, þeim fannst Kvarasi cool, þannig að, þú veist, allir sem vildu vera cool, þeir hlustu á Kvarasi og síðan verður til, sko, svona bara eins og fyrir mér bara þetta sem stóri bróður minn og vinir hans hlustu á, þannig að sjálfsögðu hlusta ég á þetta, skilur, þannig að það var svona, það var allt rétt að fólki að hlusta á þetta. Við lögum hjarta og sáli í þetta, ég sérstaklega og ég náttúrulega eins og ég sagði við aðeins með trommuna, ég er bara, allt sem ég fer í er ég bara eitthvað gjörsamlega, hvað segir nú ætla ég að fara að segja sænskórið, manískur. Já, manískur ég fer mjög djúpt í allt sem ég geri og sé kannski ekkert annað á þeim tíma. Mamma mín er alltaf kvart undan þessu, sko, og var alltaf kvart undan þessu og það var þannig með Kvarasi, ég var bara 20 tíma á sólarhring að hugsa bara þetta og gera sér lög og bæta lögin og bæta bítinn og plugga og þú veist, þannig að ég var, þú veist, umboðsmaður, lagahundur, þú veist, bara allt í einum pakka. Einmitt. Og og það er reyndar, þú veist, tekur svolítið á. Já, getur trúið því. Já. Hvernig er það þá samt fyrir þig bara þína framtíð, þannig ertu 20, 21, eitthvað svoleiðis, þegar þeir eru að slá í gegn, þannig ertu bara, tónlistarlífið, amen, bara ég er tónlistarmaður, ég ætla ekki að vera að gera neitt annað. Já, ég fór bara all in, einhvern veginn, það var ekki eitthvað svona rosalegt plan, en þú veist, ég kem úr menntafjölskyldu og þú veist, þetta hugsaði ég alltaf, ég ætla að mennta mig og það var alltaf svona bak við eiraði á mér, það var aldrei neitt vafi á því, sko, en ég hugsaði bara, ég er 20-21, ég meina, þetta er bara, ef ekki núna hvenær þá en bara allt sem ég fer í, bara verður alltaf svo eitthvað mikið að hvað er því bara stækka og síðan alltaf liðu árin og allt í einu kemur útlandaæventýrið með Kvarasi sem er massíft, sko, og ég sá það ekki alveg fyrir en þegar það gerðist þá var líka bara komin fjárhagslegur basi fyrir því að lifa og þá eru komin í samstarf við Columbia Records sem er hluti af Sony samsteypunni og eitt flottasta hljómplötu fyrirtæki heimsins með Bob Dylan og Bruce Springsteen og fleiri og þeir sænuðu okkur og EMI var með okkur á publishing og þannig að þá allt í nú voru komin til New York bara 2 árum seinna og ég gerði einhverja díla sem ég hafi verið að gera og allt í nú voru konni bara einhver 8 strákar til New York að gera nýja plötu, þú veist, þá voru búin að gefa 2 plötur á Íslandi, þannig að þetta var bara, hvað ég segja, spæralega algjörlega out of control. Er þetta svona, bara vindur þetta svona upp á sig? Ég meina, ég veit að eitt milliskref þarna var að þið hittuð upp fyrir Prodigy þegar þið spila á Íslandi. Ég meina, það lítur að vera risastórt fyrir ykkur, bara sem aðdáendur hljómsveitarinnar og vera sem komnir í þessa stöðu. Ég meina, það var risastórt að hitta upp fyrir Prodigy fyrir mig út af því að ég hafði verið fan en ég fekk einhvers konar vægt taugavall þegar Liam Howlett
tók mér svona afsíðis svona baksíðis og wow, þetta var alveg rosalega flott gig hjá okkur, þeir eru með því flottast sem ég sé lengi og ég bara svona kiknaði svona í fótunum svona, já, heyrðu, þú verður að gera remix fyrir mig, ég bara læt mitt fólk hafa samband við því og eitthvað svona, þannig að þú veist, fá hrós frá einhverju sem þú hefur svona verið mega fan á, það var mjög skrítið og þú veist, ég er mjög þakklátur, þú veist, og hérna, en það var ekki beint þess vegna sem við náðum að breyka til Bandaríkjanna, sko, en það var bara svona skemmtilegt milliskrif. Einmitt. En hvað það sem að kemur ykkur til Bandaríkjanna? Út af, mér finnst þetta eitthvað svo súrrealíst að þið séu að spila eitthvað svona inn í hjarta á einhverju rebel skate menningu á Íslandi og það bara erindi til Bandaríkjanna. Já, það var mörgum sem þótti það skrítið og hérna, það sem gerist þarna í milliskrifið Iceland Airwaves. Það er það sem gerist og Iceland Airwaves haldið í fyrsta skipti þannig í 1999 og þar kynnist ég fólki aðilum frá Bandaríkjunum sem það var hugur í þeim gagnvart Íslandi og halda þessa hátíð og þetta Iceland Air og fleiri hérna, sem lyftu grettistakið þessu og hérna þannig að svona eitt leit og öðru bara við fengum tilboð frá EMI um að sæna á það sem heitir publishing svona smá svona músíkbransa hugtakafræði en allavega við bara fáum tilboð sem við tökum þessu tilboði, við flytjum til Bandaríkjanna og erum þar að taka okkur fyrsta skref í músíkbransanum úti. Þú veist, það eitt að fá tilboð frá EMI var geggjað og við höfum svo sem alveg labbað sátti frá borðinu þar en í kjölfarið ásýsta atburðarás þar sem við fáum tilboð frá einu indie-label en í og tökum því en í kjölfarið fáum við tilboð frá Columbia Records sem Sony label og þá bara fer boltinn virkilega að rúlla og við fáum almennilegt budget og förum að túra og gerum músikvídeó hérna með sem var tilnefnt til MTV-veluna og hvað lag var það? Það heit Stick 'em Up já, einmitt. Tímamóta myndband já, og platan fer í bara dundrandi sölu bæði í Bandaríkjunum og víðar og löginur okkur eru bara mikið spiluð í bandarísku útvarpi og alls konar boltar að falla með okkur gengur þetta þú veist, ég að gera alveg mjög langa sögu stutta og veist, mikið að punktum hann inn á milli en enga síður þá það samt þannig að það mikið að boltum að falla með okkur við förum á Warped Tour og erum svolítið einmitt að detta inn í þessa skate menningu svolítið svipa og ef þú berið saman í dag leiðin sem Kaleo hefur verið að fara það eru kannski ekki endilega allir aðdæmdu Kaleo meðvitaður að hér séum Íslands bandaræða og það var eins með Kvarasi þetta var ekki markasett sem Íslands band eða við frontum okkur ekki sem Íslendingum endilega við vorum bara að gera þessa hamast í sér tónlist og gera okkar hlut og síðan komst fólk að því setna að við vorum Íslendingar ólíkt til dæmis Björk og Sigurós og fleiri góðum artistum. Það svona gaman að vera metin á þeim verðleikum bara tónlistin góð. Já. Ekki að það sé bara Íslendingar, sko. Já, ég minna þú veist, bara við nutum okkur vel í Bandaríkjunum og við raun og veru var þetta eitt heljarana ævintýri og hellings innistæða fyrir vinsaldunum og hvert sem við fórum eignustu nýja aðdáendur og þú sér það bara enn þann dag í dag að þetta Kvarasi community erlendis ótrúlega virkt og síðan alltaf Japans ævintýri svona líka hliðar ævintýri hana og okkur gekk mjög vel þar og þannig að þetta var skemmtilegt ævintýri þangað til að það var leiðilegt. Einmitt. Ég með nokkar spurningar fyrir þig bæði Bandaríkjunum og Japan en áður en að þið náðu þessum vinsældum og ég held að það sé sama ár og þið spilið fyrir Prodigy sem 98 með minni réttið ekki þá fyrir þú í ferðalag. Já, flettur því. Það heyrist ekki frá Kvarasi, þið slóðið gegn á Íslandi, þetta bara, það heitast það sem til en menn fara bara í skóla og þú fer bara eitthvað skoða heiminn. Já, ég gerði þennan sko. Já, ég bjóst ekki við þessari spurningu en jú, það rétt, eftir þú veist, þetta var, þú veist, frá því að Kvarasi slóði gegn 96 og þannig til við tökum okkar stóru pásu 98 þá bara ég veit ekki, þetta kannski þetta var svolítið mikið sko
það var svona heimsfrægur í Íslandi syndrómið það var bara komið þreyta og við vorum, held ég, allan alveg búin á því, sko, bara búin að vera svona að spila mikið og það þessar eðlu spurningar bara á ég að vera að gera þetta áfram og spila í einhverjum tónleikum hérna hægri vinstri og þannig ég hef alltaf haft gaman í að ferðast, þannig ég svona hugsaði bara, veistu hvað, ég ætla bara að fara bara í svona smá eigin prívat heimsreisu og heimsreisan var þá ég bara svona valdi á korti og valdi bara svona randomly Suður Ameríku og ég gunnaði bara þangað. One way ticket? Já. Kekja? 1 minnslis og með 1 bakpoka og kunni ekki neitt, kunni ekki tungumálið, vissi ekkert aðstæður, þekkti engan með eiginlega engan pening en það átti ég engan pening. Já, Kvarasi var ekki byrjað að borga þarna? Nei, þú farið eitthvað pening með svona ljónstum, þú eyðir hún bara jafnáðum, sko. Já, það brennur upp. En hvað ertu lengi þarna úti? Var þetta alveg langur tími? Já, það er svona hálft ár. Já, bara í Suður Ameríku? Já, ég var að ferðast svolítið bara land úr landi, þú veist, með rútu þú veist, oft dag og nótt í rútu Nætur rúturnar maður þarf taka á. Hoppandi hann inn á einhver mismöndi geðsleg hostel og síðan kynntist bara fólki og þetta var eins mikill hippi og ég hef nokkuð tímann orðið. Já, ég er akkurat að hugsa það, en blundar eitthvað svona hippið þarna í þér bara að fara til Suður Ameríku og vera þar í hálft ár. Já, ég meina þú veist, ég leita upp í ævintýri alls starfa sem ég fer og þegar ég ferðast gerða það þá og gera það núna, þá leita ég upp í ævintýri. Ég gef mig að tala við fólk og ég er mjög opinn fyrir því að, þú veist, opinn með skynsemi að koma mér í alls konar aðstæður sem kannski ekki alltaf hljóma skynsamt en er alltaf skemmtilegt. Var einhver möguleiki að þú myndir bara setjast að í Suður Ameríku? Svona tæplega en það sem þetta gerði út af því að þessi ferðamáti að vera einn án internets og án síma, það var mjög hreinsandi fyrir hugan og þetta er náttúrulega eitthvað sem við þekkjum ekki í dag og við erum alltaf með farsímana í kringum okkur og þú veist, ég er svolítið andlega þengjandi, þú veist, ég reyna að tala ekki mikið og halda því svolítið fyrir mig en ég er það og svona, og ég þarf svolítið svona að finna tilgang með því sem ég er að gera og hugsa málin vel og ferðalög eru góðu tími til þess. Þú ert bara oftast einn og einvera er svolítið vanmetin og þú nærið oft clarity í einveru. Komst það einhverju svona niðurstöðu hvað er langa að gera varandi Kvarasi þarna? Manstu eftir því? Já, ég nefnilega komst að niðurstöðu það og ég bara komst að ég með langa að gera plötu 2 og plata 2 er síðan óvart upphæðið af útlandaæventýrinu hjá Kvarasi. Ok, en þegar þú ferð út, þegar þú ert að leggja í hann, ég meina hinumelluminn eru bara skráð sig í skóla og eitthvað svoleiðis. Var mögulega verið að fara að leggja Kvarasi niður þarna? Já, 100%. Ok. Já. Ég meina það er ekki fyrir en ég kem heim og nöldra strákan aftur inn í stúdíóið, sko. Þetta var orðið svona líjandi strax? Já, þetta er svona þú veist, Kvarasi hafði rosalega margt flott fram að færa og vera klálega eina skemmtilegustu hljómsveitum Íslandssögunnar, sko, en að samanskapi var þetta líka ofta tíðin, þú veist, erfitt samstarf, bara ólíki persónuleikar og svona svolítið svona átaka þrungi band svona persónulegu leveli sem ég held að endurspeglist líka í tónlistinni. Margar hljómsveitir eru svona en ég held að sé alveg óhætt að segja að það hafa aldrei verið lognmolla í kringum samskiptin í Kvarasi, þú veist, það er alltaf verið tension einhverju leyti eins og ég segi, er það gott þú finnur það bara þess að spennu í tónlistinni og það er þarna en einhverju leyti er það líka líjandi fyrir fólk bara persónulega þú veist, þannig að
Ég reyna að orða þetta svona eins pólitískt ég get. Nei, ég skil það svo sem og maður, þetta ekkert í fyrsta skipt sem að heyra að sé erfitt að vinna saman í hljómsveit, sérstaklega þegar einhverju gaurar saman og þó svo ég hafi ekki verið í svoleiðis heima og get ég alveg ímyndað með bara svona menn þreytist á hvoröðrum og þú veist, og þetta allt listamenn með sína skoðanir og allir misduglegir, mismikill metnaði fyrir að drífa hlutina áfram og þá fer einhverju svona finna fyrir því að sé ekki allir að leggja sér mikið fram og eitthvað svona, ég bara geta mér eitthvað alls konar til sko. Nei, þau bara all listrænt samstarf er flókið og sérstaklega þú hendur inn fræð, frama, egóum, stundum peningum, þá verður þetta oft, þú veist, þetta alveg svona uppskrifta oft vandamálum. Já. Líka bara í stórum fótboltaliðum, þú sérð hvernig þetta þú veist, og svona managja egos er ekki alltaf auðvelt sko. En þið ákveða að kýla á þetta, bara hvar þessi kemur aftur saman, þið gefið út þessa plötu númer 2, þið spilið á Airways, þið eru komnir til New York, sko þarna úti, ég meina þetta er komin til lands tækifærana, er einhvers konar, þú veist, lendir maður í New York og bara herðu, ok, nú er nóg að gera brjála, við þurfum að vera, eða er þetta bara, þú veist, einhverjir gaurar upp í íbúð bara já, þú veist, hvað gerum við á morgun, skilur, þú veist, þið vakna upp einn daginn og það er bara þriðjudag. Góð spurning sko, þegar ég kom til New York fyrst skipti, eitthvað 24 ára, ég fekk bara jákvætt taugaáfall. Ég sá borgina hana, ég kerði að flugvellinum, JFK, og ég hugsaði bara, og ég var komin inn í borgina, ég hugsaði, hér vil ég alltaf vera. Ég vil aldrei fara heim aftur og ég held að ég ótt að segja að hvar að ég hefur einhvern tímann átt svona gott tímabil, svona sköpunarlega og samstarfslega, þá voru það árin í New York og þessi tími sem veitum það er bæði að taka upp og semja og annað. Einmitt. Það var bara svo, veist, þetta er 25 ár síðan, 20 ár síðan rúmlega og þú veist, þetta er bara svo mikil orka í þessari borg og sérstaklega þá og við kynntum svo mikið af fólki, vorum að fara að tónleika, þannig að nei, við sátum ekki upp í íbúð og vorum að bora niður okkur, við vorum bara út allt að gera allt og hitta fólk og semja tónlist og guðum að vita hvað sko, með tilherandi jammið þetta sko, veist, líka ungi menn. Hlýtur lítið tilbaka og bara, þú veist, vera smá þakklátur fyrir að hafa bara fengið að upplifa þetta. Já, það var alveg sjúkt sko og síðan þegar samstarfið í Columbia kemur til, þú veist, þá erum við svolítið með annan fótinn, þú veist, þar og ég meina, ég er svona gamall músíkbransa nörd, þú veist, ég alltaf, þú veist, meina Columbia Records var bara að hefur verið að sænaður hjá Guði. Já. Þú veist, það var bara svo ég hefði sænað hjá Manchester United eða ég bara, þú veist. Þetta var alveg stórt fyrir þér. Já. Og út af til þess að loka hringnum að Cypress Hill aftur, þið eru bara í einhverju samneyti með honum að nútið það ekki? Þið hittið allan upp fyrir M&M og þau eru eitthvað í kringum Cypress Hill, veit ég? Já, það er aðeins setna en samt á svipum tíma, það var í LA sko. Þá erum við byrjað að hoppa aðeins til LA að gera músikvídeó og vinna með ólíku fólki. Og það kemur allt út af Columbia? Já, kemur mikið út af Columbia og þá er eina hugmyndunum sem kemur upp bara, við vil ekki vinna hérna með Cypress Hill og þið voru nú til í það? Já, til í það, ég bara ekki að stamaði einhverju já upp mér og en síðan er það líka svo, þú veist, það er svo skrítið, þú veist, þú getur tekið strákinn úr Reykjavík og tekur ekki alveg Reykjavík úr stráknum sko, þér er bara hendin í eitthvað stúdíó í LA með einhverju liði sem hefur 10 sinnum meiri lífsreynslu en þú, 10 sinnum meiri peninga, 10 sinnum meiri samband, þú ert bara eitthvað, þú ert svo hvað segir maður, blautur á milli eyrana, blautur á bak við eyrun sko, og þú veist, þannig að samstarf, já, þetta var nú meira bara við ok, að fylgjast með DJ Muggs gera sinn hlut, sko en þú veist, við stóðum að þessu fætuna þú veist, það var fullt, þú veist, sem hann gerði flott en annað sem við fíluðum ekki og við þorðum alveg að segja okay. Þannig að við vorum ekki alveg meira aumingjar en það og þannig að það var oft svona tension í því stúdíói líka en mikið tension í svona stúdíó Já, greinilega, þetta er mikil átök þessi músikbransi Já, þú veist, stundum er það þú veist, sum er það ekki en ég persónulega er þeirra trúar að þú veist, svona
gott listrænt vibe eru líka á einhverju leveli, þú veist, er fight bæði við sjálfa þig hjá þér en líka við aðra og úr því getur komið eitthvað gull. Þetta er bara skoðun sem ég hef og þá líka við viðskipti, þú veist, þú ert að leiða fólk saman og það er ekkert við því að búast að koma ekki árekstrar eða, þú veist, góð orka og, þú veist, og þetta er bara sikkur liðan á sama penningnum, þú veist, oft er þetta bara þannig að vilja allir það besta og er allir með sterkar skoðanir, þannig að átök þurfa ekki alltaf að vera slæm, þú veist, þetta er bara svona hvernig þú tönnelar því, sko. Einmitt. Og þarna eru þið í kringum, ég meina eins og Cypress Hill og Eminem og svona, þú veist, er þetta einhvers konar toppur sem að þið náið að núti eða? Já, ég held að sé nú alveg ótt að segja það að þú veist, að supporta fyrir Eminem var klárlega einhvers konar toppur, sko. Fyrir ekki Steini fótbrotinn á svið eða allan á hjólastól? Jú, í hjólastól, ég man ekki alveg hvað kom fyrir, það var eitthvað ekki gott. Það var svona einhver smá hrakvallabolkur kvöldið á, sko. En jú, síðan náttúrulega í kjölfur af því förum við til Japan og erum hann að supporta fyrir Guns N' Roses og Weezer og fleiri. Við vorum bara ákveðin á rosa svona hraðri leið upp og það er líka þannig að þegar þú ert í því í þessum heimi að þú bara einhvern veginn, þú hefur lítið skynbragð af það sem er að gerast í raunveruleikanum. Þú veist, þetta er bara, þetta er bara Axl Rose, já, nei, blessaði maður. Þú veist, þú einhvern veginn byrjar svolítið svona að drekka kúlitið. Já. Og það er ekki fyrir að þú ert komin í íbúð einhvers staðar á Brávallaguttuna að þú bara svona, já, heyrðu, ég var hérna að spjalla á Axl Rose. Þú veist, og einhver mánuðum setna byrja það bara svona að renna fyrir manni og það er weird tilfinning. Getur þetta ímynda mér? Já. Er þessi hraðbraut sem að maður fer á bara, þú veist, eins og þú segir þarna, þú nefnir bara casually fer frá Bandaríkjunum yfir til Japan og eins og það sé bara eitthvað eðlilegt skref og Guns N' Roses og Weezer eru þar. Er svona, hvað segir maður, útgáfufyrirtækin, rekordlabelin, er þau límið í þessu öllu saman? Er það bara að sæna hjá einhverju, skrifundir hjá einhverju útgáfufyrirtæki, það býður bara upp á öll tækifærin, þá er bara að byrja að pota hlutum í áttina þér, frekar heldur en þú þurfir að leita hlutin uppi? Já, ég held að sé óvægt að svara þessari spurningu já. Þau eru límið, þau fjármagna allt ævintýrið en auðvitað inn í þetta spila allt þetta, þú veist, ekosystem í músíkbransanum sem er, þú veist, samanstendur af útgáfufyrirtækjum, managementi, publishing fyrirtækjum, agentum og svo framvis. Þetta er svolítið complicated ekosystem af mörgum player. Ég hef ekki hugmynduð þá, ég bara var á sér hraðbraut og bara njóta þess og flottum hótelherbyggjum og einhverjum partíum, sko. En síðan svona setna því ég var sjálfur þáttakandi í músíkbransanum á annan hátt, þá sé ég þessi reynsla mín, hún var uník en þá sé þetta meira svona eins og þetta var. Ég er bara að reyna aðeins svona skilgreina fyrir sjálfum mér hvar það er sem að kemur fæturum inn, sko. Hvenær er út af því að, ég meina, ímyndaðar, þú ert að nefna þarna, sko, ótrúlega atbyrði, bara já, Cypress Hill og Eminem í Bandaríkjunum yfir til Guns N' Roses og Weezer í Japan, þú veist, þetta hlýtur, einhvers staðar ertu komið með annan fótinn inn í bransan og þá bara koma hluturinn svolítið til þín, þá þarf grændið ekki að vera alveg svona mikið eins og þú með kassettuna kominu fyrir einhverju plötubúði í Reykjavík. Já, það er alveg rétt, sko, en plötufyrirtæki sæna mjög mikið að stöfi, sérstaklega þá og í dag er enda líka og þau fjármagna mjög mikið og koma mjög mörg í gang, svona 10% kannski virkar. Þannig að við vorum í þessum 10%. Þannig að jafnvel þó að Columbia eða Interscope eða Universal eða hvað það er, setja eitthvað bakvið, þá er ekkert fast í hendi. Það er aftur á móti gerð langbesta tilraunin til þess að láta þig heyrast. En síðan er það agentar sem ákveða hvort að þú spilar þessum tólningum eða hinum tólningunum og ef það er engin eftirspurn, þá hafa engin áhuga því. Alveg sama að þú sett sænaður á Sony eða Universal eða Warner, skiptir engum máli. En vissulega, þau komið með fjármagnið og þau komið með networkið, þannig að tilraunin er gerð. Já. Mér langar bara að forréttnast með það. Ég sé í einhverju
eldgömlu viðtali við Jökul í Kaljó að þeir eru á túr Bandaríkin og það eru meðlimir Kaljó í einni rútu og Jökull nánast í annari, bara það hann var svona reglusamur, vildi ná að æfa á mótnana og ná sínu svefni og svona, meðan hinni voru bara aðeins léttar á því að djamma og svona að þessu sögðu, hvar fitta þú inn í þetta? Hvernig var lífstíllinn hjá okkur þarna? Voruð þið allir bara, var þetta rock and roll? Ég held kannski færri orð hafa minni ábyrgð sko í þessu en jú, ég myndi samt segja svona eftir að Bandaríkjaævintýri hefst hjá Kvarasi þá voru menn miklu róleri út af því að þetta er svo mikið álag, bara spila dag eftir dag og fljúa milli borga og þú veist, að valla maður hafi orkunni bara í að alltaf fara að jamma líka, allavega ekki ég okay. og þannig ég var miklu róleri miklu róleri. Þú veist, þessi viltu ár hjá Kvarasi eru fyrstu árin sko. Það er svona þessi miklu jam ár og þú veist lámanni hver sem vill sko. Þetta er bara ungi menn og fá mikinn framgang og þú veist það var ekki, það er bara eðlistu hlutur í heimi að þá sé opnaða bjór sko. en við byrjum allan að, ég tali bara fyrir mig, þú veist, ég byrja að taka þetta miklu meira alvarlega þegar þú veist, bara komni peningar og fyrirtæki og túr og schedule og vídeo og svo framvegs þannig að ég ætlaði ekki að fara að klúra því með því að fara að opna einhverju vodkaflösku sko. Nei, einmitt, þannig að það var einhver ábyrgð þarna. Ég hef alltaf verið mjög járbundin, þú veist ég er mjög járbundin típa ég kannski áttaði mikið á því þá en ég bara er það, þannig að mínir svona helstu jamvinir hafa alltaf gert grína mér og sagt sko, þú veit nú ansið lélugu jammari og hvað áttu við, þú ferð alltaf heim þegar partíð er rétt að byrja og síðan svona 20 árum setna þá eru þeir orðnir edrú sko, búin að fara í meðferð sko, þannig ég bara sáttu við það sko. Ég er ekki að klúra neitt tækifærum sko út af einhverju jammi sko. Eitt bara varandi svona peningumræðinni kringum Kvarasi, hvar það sem við sjáum bara, ok, við getum byrjað að lifa á þessu, þú veist, þetta er ekki lengur bara eitthvað svona scraps og einhver peningur sem að bara fer í það að halda næstu tónleika, hvenær sjáum við bara alvöru laun? Ég held að svona hann í kringum Bandaríkja ævintýri það bara komnir, þú veist, komin leibúll og komin launugigg og okkur gekk reynda líka gríðarlega vel í að sem kallast að synka laun er að setja því bíómyndir, tölvuleiki og sjónvar. Það er bransið út af fyrir sig. Og það var mjög farselt hjá Kvarasi. Við komum lögum í myndir eins og Too Fast, Too Furious og Orange County og hauga tölvuleikjum sem ég man ekki hvað heita. Þannig að það var mjög farselt hjá okkur. Og þannig að síðan bara gerðum við alls konar skemmtilega hluti, alls konar svona rugl hluti, svo þú veist hjá mpl.is þá hann að downloadu fyrsta mp3-fæl landsins 1999 það var mp3 nýtt format og stikkum upp og Kvarasi og MPL og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fengum hana, þá var hún borgarstjóri og fengum hana til þess að downloada fyrsta mp3-fæl landsins. Þetta er rosalega samstarf. Þetta er alltaf bara stórfyndið sko. Og meira, við heldum fyrsta bandið sem heldum, þú veist, alvöru tónleika í Laugardalshöll árið 2002. Já. Þá var Íslands band líka haldið tónleika í Laugardalshöll í áratugi. Já, það var alltaf bara innfluttir artistar. Já, og þannig að, og meira alls konar dót sem ég man ekki núna, þú veist, við vorum alltaf einhvern veginn að reyna að dansa í kringum formið og út fyrir formið og taka áttur sem kannski margir sögum maður ætti ekki að taka og koma í viðtöl og tala tóma vitleysu og grínast og gerum svolítið gjörning úr því og þú sér það svolítið á músikvídeónum okkar og gerum mjög mörg sko. Tókum okkur alvarlega en ekki tóka of alvarlega, þú veist, þannig að og stundum tókst það og stundum tókst það ekki stundum var það fyndið, stundum var það bara ekkert fyndið sko.
eins og gengur. En út af bara fjárhagsliðin á þessu mjög áhugaverð, bara tónlistabransan yfir höfuð og þú þekkir hann náttúrulega mjög vel í dag og líka sérstaklega þegar maður með eitthvað band eins og Kvarasi sem bara slæri gegn, þá hugsa maður bara, þú veist, hvernig virkar þetta? En peningurinn þarna, út af þú varst að tala að synga þarna, það mjög áhugavert að fá bara fyrir, notkun á lögunum, að þurfa ekki að spila, en var þetta mest tónleikarnir sem að borga launin eða það bara það að skrifa undir hjá Columbia sem að þeir eru komin á einhvers konar fasta tekjur? Hvernig virkar þetta þarna? Þú veist, tónlistabransin þú veist, og fjárhagsliðin honum, þetta ekkert eitthvað mjög ólíkt því bara að vera með eigi startup. Hljómsveit bara lítið startup. Þetta rosa á þetta, alveg sko stjarnfræðilega litla líkur þú náir í gegn, en ef þú nærið gegn, þá möguleikarnir alveg takmarkalausir. Og þú heyrir náttúrulega bara það sem gengur vel, og aldrei það hina 35.000 sem gekk illa en þannig að svona, það má kalla þetta pipe dream, ljós í endanum á göngunum mjög aðlagandi sko. Og þannig að sko fyrir þú veist, ég held að Kvarasi náði aldrei því að verða eitthvað highly paid gig fyrir neitt, ekki mig eða hina eða hvað, en þetta eru bara mismunandi tekjustraumar sem koma inn í svona músík. Það getur verið, þú veist, selja í auglýsingar og bíó, það getur verið að spila tónleikum, en þeir sem gengur best þeir sem einhvern veginn ná að svolítið svona maksa þetta allt hvert fyrir sig. Þannig þetta svona nokkru þættir sem að þarf að ná rétt þarna. Þetta bara rekstur. Þetta ekkert annað og rosaleg þolinmæði og rosaleg vinna og þeim sem gengur best þeir sem eru best skipulaðir og duglegastir, þeir þurfi ekki eins og að hafa bestu tónlistina. Það nú svona tvistið í þessu. Það plot twist. Ég hef hitt óteljandi snillinga sem hafa aldrei gert neitt og mun aldrei gera neitt og þau eru latir. Þannig að það nú svolítið sannleikurinn í málinu. Síðan hittur inn á milli ógeðslega duglegt fólk og það hefur það bara fínt í þessu. Það kannski ekki frægt, en það hefur það fínt. Talanum að komast í gegn og þú sagðir að það kannski 10% gengur eftir hjá útgáfufyrirtækjunum og þeir voru hluti af þessum 10%. Ekki bara skýrt dæmi það að þið komið Jinx inn á Billboard listan eða? Jú, það var alveg geðveikt start. Ég meina þetta bara, þú veist, þetta ótrúlegt afrek. Ég fekk bara vakt taugafall, jákvætt bæði það og síðan kom vídeo okkur út á svipuðum tíma og Við stikkum upp þá eða? Já. Og það, við vorum að vinna með æðislegum leikstjóra þar sem Len Wiseman sem setna gerði Die Hard og fleiri góða myndir og þú veist Billboard listin klárlega og þú veist þessu var, þú veist, þetta bara platan náði miklu flugi og fyrstu metrunum og bara þá var alltaf svolítið svona annar bransi líka bara á þetta því að þú veist, við náðum í gegn í þú veist, það sem svona kallaði svona rural Ameríku, þú veist, bara þessum svona millifylgjum, þú veist, kannski leiðilegt að segja þannig, en þessum svona ekki kannski, þú veist, þessum New York, LA heldur meira svona, þú veist, við bara áttum rosaleg moment í Idaho og Colorado og Montana og þú veist, við hefum heimsótt þetta allt sko og skrítin tilfinning að koma einhvers staðar og þú veist, þú verður aldrei komið inn áður og lappin að sviða bara allt í henni bara, þú veist, eitthvað 10.000 manns annars sko, maður bara eitthvað og ég horfði stundum á félaga mína í bandinu og við svona augun okkar mættist á sviðinu og við vorum báðir bara að hugsa hvernig gerðist þetta? Það eru 10.000 mann sem kunna alla textana. Við erum í Idaho. Já, og síðan gerðum við bara svona kinkuðu kollu og við gerðum það best úr þessu. Bara klárum þetta maður, en við vorum báðir bara, hissa sko. Skrítið sko. Já, fyndið að finna sér í einhverju svona, bara á þessum stað sko. Já, Boise, Idaho. Denver, Colorado. Þú veist, það ekkert margir sem að koma til þessar staða sko, en á Íslandi, þú veist, en það alveg ógeðslega mikið fólki sem býr á þetta. Já, ég rétt ímynda með það. En þannig stikkum upp myndbandið að koma út. Ég heyrði einhvers staðar að þið hafið þurft að breyta textanum í til þess að gera aðeins bandaríkja vænna. Er það rétt hjá mér?
Já, það rétt, það gengur ekki að setja orð eins og nazi í texta sem koma út. Fasisti virka betur. Já, málið að félagi minn sem var hérna vinna hjá Columbia, hann ringdi mér, þú veist, það er bara eitt orð í enskri tungu sem ég myndi beðið að taka út texta og það er þetta orð. Þú veist, ég myndi leyfa að segja hvað sem er annað en þetta þarf að fara og hérna þú veist, þetta var Sirius í dag og Sirius þá og hvað þá í dag sko, hérna en eins og annað, þú veist, eitthvað sem hljómaði vel í stúdíónu á Bræðrabókastíg sko, hljóma kannski ekki vel þegar þú ert komin út í heim sko. Nei. Þetta gömul segja á ný. Þannig að því, nasistarnir voru teknir út og það er I rock the mic like a fascist Mussolini, eða ekki? Já, þetta er Súlína. Hitler var tekin út og Nazi. Já, Hitler var líka þarna. Já. Og hérna sem betur fer, segi bara. Þetta er oft bara, þú veist 19 ára strákar og Reykjavík skilji ekki alveg, þú veist, þyngdina í þessu, þú veist, eins og þú kannski að þú kemur frá Þýskalandi eða þú veist, þetta reyna þetta á einn skinni og það bara að láta fólk vita bara, veistu hvað, þetta er ekki alveg málið, þá má ég útskýra hversu þú veist, og hérna En rebelarnir sem þið voru þið alveg voru móttækilegir fyrir einhverju svona breytingum? Já, því við treystum okkar samstarfsfólki og við vissum alveg að þau var ekki biðjum þetta nema góðri ástæð og hérna, og þegar ég fór að hugsa málið þá var þetta bara no-brainer, auðvitað tökum við út og breytum þessu. Þú veist, þú vilt ekki gefa neinum þá hugmyndum að okkur finnst cool að tala um nasista eða Adolf Hitler, það er bara ekki búið sko. Einmitt. En ef við fyrir maður að Japan sko, þið sló alveg hressilega í gegn þarna var þetta ekki alveg þannig að bara ég heyrði ykkur að sögja að þið hefði verið mobbaðir bara út á götu eða bara fólk þekkti ykkur út á götu þannig? Jú, ég hef verið mobbaður út á götu í Tókíó og hérna, ég hef verið mobbaður út á götu líka í San Francisco og víðar sko, þetta er, já, talandi um það, þetta er weird sko, þetta hafa actually gerst sko, en hérna, en jú, Japan var alveg sérstætt og alveg skemmtilegt dæmi og ótrúlega lífsreynsla, þú veist, það var svolítið mikið gert úr þessu Íslandi okkur að gengi vel í Japan okkur, þú veist, við erum meir hlutan af þeim plötum, þessar 500.000 plötum sem við seldum var í Bandaríkjunum en við áttum svona winning streak í Japan, við túruðum Japan tvisar og hérna og þú veist það sem Japanar elska, það elska þér og þú munt finna fyrir því. Þið tókum bara einhverja ástfóstri við Kvarasi. Já, og við seldum rosalega vel og hérna og þeir einhvern veginn bara gjörsamlega kveiktu á þessu samdi og síðan bara spila tónlingum í Japan er algjörlega trillt sko. Það er bara ekki með orðum lýsandi sko. Þannig að þetta er svo hérna þetta er svo miklir hérna, þeir eru mjög svona út ekki trættur að neitt sé að fara úr böndunum en þeir taka þetta samt alveg istunöf. Já. Ok, ég ætla bara að láta eins og ég veit ekki hvað það tala ég er náttúrulega ekki upplifað neitt í líkingu við þetta en hérna. Já, þeir taka þetta allir leið, allt sem þeir gera. Ok, og líka bara þokkalegu fjöldi þarna býst ég við í Tókíó. 110 milljón manns er búið í þessu landi. Einmitt. Fínt að vera vinsalið þar. Já. En það er margt skrítið eða svona sérstætt og það bara, þú veist, ég hef aldrei komið til Asíu áður. Ég var bara, augum mínu eru bara galopnuðust, sko, bara ég skil ekki því en þetta er geggjað. Þetta er ágæslega flott. Þannig að þú fékkst líka alveg að tjekka á heiminum, ekki bara Bandaríkjunum, í gegnum Kvarasi? Já, við spilum í bara ótalandi stöðum, við vorum í Ástralíu, ég man ekki hvort við fórum til Nýja-Sjálflands, ég held ekki. En við allan vorum í Ástralíu, Japan, öll Bandaríkin, við túruðum líka Evrópu reyndar í minna mæli og svona, þannig við höfum tekið túrbussin allstaðar sko. Sakna hans ekki? Nei, einmitt. Geta límynda mér að túrbussin verði svona einhver grunnur að erfiðum samskiptum í hljómsveitum? Já, þetta er mikið nálægð og túrbussin er samt betri en svona
sem að segja ensku van. Já. Vanin er mögulega verstur. Það er með bara sitjandi. Já, þú situr bara, þú getur ekki lagt þig eða þú ætlar að sofna, þú ætlar bara að sofna öxlina næsta manni. Já. Og nála en svona, allavega ekki COVID væn, sko. Nei, einmitt. Ok, en þarna sko, þú veist, Kvarasi og ég menna, hún líður undir lok, þú veist, það svona kannski svolítið blörru lína, ég var að segja 2004? Já, 2004, líður undir lok. Og þið gefið samt út Gorilla Disco sama árið, ekki? Jú. Og ég meina, það bara hörku plata. Já, frábær plata. Og þú veist, bara margir slagarar á henni. Nokkur akkur vinsælstu lögum þeir eru blötu. Já. Meðal annars, er ekki Stöngun á henni? Jú, Stöngun á Gorilla Disco. Já. Og síðan ger ég líka lag sem heitir Mess It Up sem var alveg gríðalega vinsælt. Einmitt. Og þetta er ekki Payback? Jú, Payback er fyrsta lagi og það er Gorilla Disco. Þú veist, allar Kvarasi blötunar eru góðar. Það eru mismöndi flytjendur á honum, þú veist, Hössir frontar hana einhver lög, Egil Tiny frontar önnur, Steini frontar líka, Ómar frontaði, þú veist, ég bara svolítið svona raða þessu niður, en soundið er alltaf mitt og hver einasti tótt sem þú er heyrt frá Kvarasi ever er eitthvað sem kemur frá mér. Ert þú pródúser á baku þetta? Já. Og það er ekkert bara það að þú spilir á trommurnar, þú ert líka að fikta í, bara út af að ég nefndi Stöngun þarna, ég meina þetta er samplað lag með stuðmunum. Já. Það er svolítið ótrúlegt, það er að þið fyndi líka að heyra Hveitibjörn upprúlega lagið. Jakob Frímann sagði mér það seinna að eftir að ég gerði Stöngun og ég fekk náttúrulega leyfi hjá honum fyrir notkunni, þá settu stuðmenn aftur lagið á dagskrá hjá sér. Já, það? Já, og því að það hefði bara verið slíper og enginn verið að hlusta á það og allt í hennu kom ný kynslóð sem fílaði að heyra lagið á balli með stuðmennum. Sko. Hvernig tengdi, ert þú maðurinn á bakvið Stöngun eða? Já, ég gerði Stöngun. Og heyrir bara Hveitibjörn og hugsa bara, þetta er beat? Já, 100%. Ég heyrði bara, ég þekkti lagið, ég átti sumar og Sýrlandi var til á heimili mínu því ég var lítill og veist, ég kynntist tónlist þarna svolítið hjá eldri systkinu mínum og Bubba Mortens og stuðmönnum og hrekkjusvínum og mikið af þessu dóti þannig að þetta var alveg undir með minn þetta lag síðan því ég var að leita bara nýjum hugmyndum þá var ég að renna þessu lagi og ég heyrði Hveitibjörn og ég bara instantly spólaði tilbaka og þetta er málið og ég gerði bara á, hálfum degi, sko. Og þú ert svolítið einn í þessu að pródúsera bara í tölvum, ég er bara svona aðeins að reyna að brúa bilið á milli þess að fólk er bara með gítar, bassa, trommur versus, Kvarasi þarna, sampla gömul lög, þú ert ekkert bara hljóðfæraleikari Kvarasi. Nei, ég sum lög eins og Mess It Up, þar spilaði ég bara alla hljómanna og struktúrin síðan með... Ok, og gera það líka. Já, og önnur lög eins og Stöngun, þá er ég bara tekið sampl og síðan spilaði ég vona á svona nokkuð samt til þess að svona gera lagið bara, láta útsetninguna make a sense. Okay. Og síðan eins og í Stöngun þá fæ ég alveg vinnminn til þess að spila smá feedback á bassa og svona til þess að juice þetta upp, sko. Okay. En ég röfmixaði allt og síðan loka mixaði með öðrum. Þetta er bara mitt hugafóstur bara frá allu, svo ég segi það með því ég er ekkert að gera lít úr því sem aðri gera, allar hljómsveitir eru orka allra sem koma að þeim, sko og og það var ekkert hvar að sjá hinna líka en sko hljóðlega og hljóðheimslega og útsetningarlega og melodíulega er þetta mitt hugafóstur og og það bara þetta er flókið þetta er ekki alltaf alveg þetta mismöndi fyrir hvaða lög þú ætti að gera en bara eins og þú nefndi Payback þá eru riffin öll koma frá mér, sko bara spiluð, sko. Áttu eitthvað svona crown jewel í safninu, eitthvað svona uppáhald sem þið þykir væntum? Já, mér er alltaf þótt gríðarlega væntum lagið Baseline. Já. Mér þótti og þykir væntum það lag út í það var svo erfitt að gera. Það tók svo langan tíma. Fyndið. Og svo oft hélt ég að þetta lag væri að fara að mistakast og alveg bara svona 3 sinnum var ég búin að afskrifa það en alltaf fór ég í það aftur og það er svo mikið í svo lagi, sko, það er svo mikið af hljóðfærum, svo mikið af tökum, það er svo mikið af og við skiptum texta alveg 3 og hver ættu húkurinn að vera og
og við vorum svo oft með efasemdir þetta og bara á síðustu metrunum breytti alveg takt í laginu og þetta var alveg svona, hafði alveg svona recipe for a disaster og því stundum við að vinna ómikið í lögum, það eðlugur þig það er alveg svona gömul sáni en það gekk upp það er svona ég svo klár og en það var eiginlega ekki fyrir en ég svona sá músikvídeó og ég var svona, þetta er að virka sko. Þetta er óslega flott og líka það bara fyndið að að síðan inn í enda fólk fílaði þetta sko, þegar þetta loksins lítur dagsins ljós ekki að það sé sjálfgefið Stick 'em Up var miklu einfaldara lag að gera baseline var flókið sko. Vissur þegar þú ert með Stick 'em Up fyrir fram að þetta er negla, þetta er bara fólk er að fara að fíla þetta ég vissi það Stick 'em Up er náttúrulega mjög skotelt lag, þú getur bara spilað fyrir 4 ára barn og það er að fara, þú veist, það verður eitthvað aggressjón til í því sko. Bara, ég vissi það eiginlega frá mínútu 1 að Stick 'em Up er því eitthvað sko. Og út af því að við erum bara með svo sterkan hljóðheim og þú veist og síðan ertu með svona killer innkomi eins og hjá Ómari algjörlega og þú veist og það er svona öll lög, þú veist, þú ert að semja lög og útsetja lög, þú þarft að svona brjóta þau upp og ná athygli hlustandans út í því sérstaklega í dag og það var allt bara rétt, þetta var allt bara svona eitthvað svona saga sem var alveg rétt skrifið sko. Og síðan alltaf tónlistarmyndbandi ofan í þetta bara gerir því ótrúlega góð skil Veistu, og maður bara svona horfir, það er gaman að sjá þetta tónlistarmyndbandi sko. Ástæðan fyrir að ég fíla sko baseline kannski aðeins betur er að við erum með svona melodiska innkomu í það og Hössi samdi hana rosalega flotta sönglínu inn í það lag þannig að þetta verður svolítið svona skemmtileg blanda af svolítið svona hörku rappi en það kemur svona melodist input sem er líka mjög kvarsilegt þannig að þetta er svona aðeins fáara lag, meira verk ég veist þetta bara og svo melodi við gerðum hana í New York og þannig að það er svona smá New York vibe í baseline líka þannig að þetta er náttúrulega útrúlega hvert og eitt lag eiginlega og það bara alltaf eiginlega bara upp á líf og döða sko. og síðan hef ég bara tekið það eiginlega allt sem ég geri sko. og þá ekkert, þú veist hvaða verkefni sem ég er að vinna hvort sem það var, þú veist, ef við tölum bara í námi og annað sko, ég er alltaf bara í þessu upp á líf og döða sko. Tölum hans það, út af því að þú meðan þú ert í Kvarasi, er þarna hagfræði áhugin byrjaður? Er þetta byrjað að krauma eitthvað í þér? Svona aðeins út í lokin, já. Þú veist, ég var bara aðeins byrjað að kaupa mér eitthvað tímarit og aðeins að leita á internetinu og lesa mig til. Ég var ekki vestló, ég var í MR, ég var ekkert eitthvað sjúklega góður í starffræði, allt í lagi, ég kunni ekkert í tölfræði, en ég hafi gaman að því að lesa efnahagsmál. Okay. Og kannski svona aðeins hvernig efnahagsmál höfðu áhrif á pólitík og svoleiðis. Þannig að ég var svona hugurinn stemdi að það sko. Ok, og alveg áður meðan þú varst í tónlistina fannstu að þetta var eitthvað sem tók aðeins í þig? Ég bara leið og hvar þessi hætti guðsblessunulega og þetta var svona komið gott. Ok. Ef að fara eitthvað í sauman á því eða hvað er svona, það eru allir að spyrja sig að því sem er að hlusta á þetta? Já, þú veist eins svona þrungina, þú veist, eins svona svolítið crazy og hvað þessi tímabili var þá voru endalögin ekkert eitthvað crazy. Nei, okay. Bara svona, þetta er svona bara svolítið loknaðist út af. En það var byrjað að hrókera mönnum þarna, Hössu var farin út og Tiny kominn inn og einhverja svona skiptingar þarna? Já, bara hann var kominn inn og síðan bara var kominn þreyta í alla aðila en að lokum var þetta bara mín prívat ákvörðun. Ég hafði ekki áhuga að vera í hljómsveit lengur, ég hafði ekki áhuga að gera tónlist lengur, ég hafði ekki áhuga á því að vera í þessu lífi í 1 sekúndu í viðbót. Hljómar eins og bara flugmiði til Suður Ameríku var hann að handa við hornið. Ég var bara búin að fá nóg og ég ætlaði aldrei að snerta kjöðana aftur sko og það var svo góð tilfinning. Það var bara besta tilfinning sem ég fengið er að hætta í Kvarasi og hætta bara að gera tónlist. Ég man því að tók þessi ákvörðun að var ég að mixa síðasta lagi að Gorilla Disco og ég labbaði úr Stúdíó Sýrlandi sem er rétt hjá Hlemmi og ég labbaði niður í Hljómskálagarð og klukkan var 5 morgun og ég fann bara svona djúpan létti yfir því að nú var í Kvarasi
lokið og og ég hafði engan áhuga að fara aftur í það ferli sko. Djöfull, þarf maður að vera hamast lengi til þess að komast á þennan stað. Já. Þú hefur látið þið hafa það í einhver ár til þess að upplifa svona djúpan létti þegar þessu loksins líkur. Já, þetta var, þú veist, og með því ég ekkert eitthvað áfellast einn eða neitt, bara þessu tímabili var lokið. Ertu þarna hræddur að út af þarna þú í rauninni bara að segja upp vinnunni þinni? Varst ekkert, þú veist, enda fólk ekki á því að hanga í vinnu sinni bara peningana vegna? Varst ekkert smeykur hvað tækja við þarna? Nei, ég var bara glaður sko. Ég var til í að setja... Kallaði það sterkt á þig? Já, ég var bara til í að ég var bara til í að læra eitthvað nýtt. Ég var bara til í að vera auðmjúkur, þú veist. Ég var bara 100% sko, hvað sem willing og enable að fara að gera eitthvað nýtt. Ok, og þegar þetta orðið ljóst fyrir þetta að hætta, þá bara næsta rökrétt að skrifa að fara í nám? Ég þurfti aðeins að hugsa það, hvað ég ætlaði að gera og ég þurfti að hugsa hvað mér langaði að læra. Ég þurfti aðeins að hugsa, þú veist, líka bara hvar ég var tilbúin að láta reyna á mig. Fyrir mig að fara í háskólanum, þarna er ég 29-30 ára og þú veist, og kannski liti ég hvar að sér dragast aðeins svo lengi, ég svona kannski deilum það en allavega þú veist, ég var að taka ákvörðun að setja þetta skólabekk með, þú veist 21 árskrökkum sem Vestlákrökkum mikið. Já, en sko, og þetta náttúrulega aðdáðandiðinir. Ég veit það, það var svolítið skrítið. Ég veit ekki það voru aðalega bara eins og Jón Jónsson sagði mér daginn sko, hann sagði, þú veist að manst ekki, ég var í tíma með þér í hagfræðinni ég held reyndar að þá voru viðskiptafræði og hagfræði taka suma kúrsa saman og ég sagði eitthvað við mig, ég var bara, þetta gaurinn í Kvaresi maður og hún var fast að fyndi að ég var í þessum tím sko. Þú hlýtur nú að hafa verið smá meðvitaður þig að þegar þú lappar inn að fólk viti hver þú ert. Ég reyndi að vera ekki meðvitaður það. Já. Ég sá það fljótlega að ef þú ætlaðir að endast í háskólanámi þá þarftu bara að grænda þetta með samnefndum þínum á equal leveli. Það þýðir ekki að vera eitthvað fyrir mig að hafa einhverja aðra hugmyndir mig en að ég sé bara nemandi hér. Og ég tók það ákveður mjög snemma að ég ætlaði bara vera í þessu lífi, vera á þessu leveli. Og það þýtti að ég kynntist náttúrulega endalaust af Vestlákrökkum og sá líka bara að þau voru að kenna mér. Þú veist, ég kynntist svo mikið af frábæru fólki annars sem ég þekki þá þetta. Þau voru að tönnela sinni reynslu, þau höfðu miklu meiri reynslu, þau taka hagfræði kúrsa í Vestló og annað. Þau voru að hjálpa mér að leysa starfræðdæmi og hjálpa mér að taka mín fyrstu skrif í tölfræði. Þannig að þetta var fyrir mig bara þurfti ég að setja mitt ego 100% til hliðar. Og ég sagði við áðan, ég var í jarbundin, það er ekki erfitt fyrir mig. Ég er ekki egomaniac sko. Ég hef mitt ego en ég þarf ekki að setja mig fyrir ofan fólki kringum mig sko. Og mér langar ekki að gera það. Nei. Ég engan áhuga á því. Einmitt. En ég held samt að sko margir hafa ekkert áhuga á því en eiga kannski erfitt með það. Já, að bara líða eins og allir sé að fylgjast með sér lappinn í háskólan og veist, ég geti trúið að þetta hafi verið smá reynt aðeins á en þegar þú orðar þetta svona bara ákvörðun hafi verið tekin, þú veist, mér finnst það hljóma svona svolítið bara auðmjúkt að gera það. Ég bara, þetta er besta ákvörðun lífsmins. Að fara í hagfræði? Já. Ok. Það er bara... Og fannstu það strax? Lá þetta vel við þér? Ekki strax, það tók mig tíma. Ég sagði við á hann að ég var late bloomer í MR og í hagfræðinni fyrstu skreiðin tóku á mig. Ég hafði með svo lítinn grunn. Ég vissi alveg svona sumt vissi ég svona nokkuð hvað hagvöxtur var en þegar maður var bombandur með öllu þessari tölulegu framsetningu, þessari starffræðilegu framsetningu þá fékk maður svona smá áfall sko. Og þannig að það sem fólk í háskólanum á að gera, það er bara búið til þitt klan. Vertu í félagsþáttum. Ekki bara mæti tímana og hlusta á kennarana og fara heim, mæti tímana, reynda að kynnast fólki. Reynda að vera hluti að þessu háskóla samfélagi. Og ég gerði það. Það var líka alveg brilljant ákvörðun. Sumt af fólki sem ég kynntist þar, fór með mér inn í vinnumarkaðin og verði bara mjög góð vinni minn í lífinu sko.
Og ertu þarna, þú líkur þessu námi og þú vilt halda áfram, ertu byrjaðar að fá bara svolítið fiðringin fyrir þessu bara sem starfsvettvangi? Já, ég fekk mjög mikinn fiðring fyrir þessu. Ég sótt hjá Kaupþingi annarkvort 2006-2007, man það ekki. Mér langaði að prófa að vinna í banka. Við vorum með hugmynd, ég og félagi minn. Ég fór með félagi mínum og við hittum sem þá var forstöðumaður greiningadeildar Kaupþings, Ásgeir Jónsson, og við presenteruðum við hann ákveðna hugmyndu af verkefni sem við vildum vinna. Vorum ekki með CV eða neitt þannig og reyndar unnum ekki þannig sé góða heima vinni að kynna okkur, en við bara, þetta er hugmyndin, okkur langar að vinna verkefni krónubréf. Hann hafði ekki hugmyndum hver ég var. Enda ef þú þekkir Ásgeir þá veistu kannski að hann er ekki mikið að hlusta á rapptónlist. En hann fílaði frumkvæði og hann fílaði að við hefum bara látið vaða og réði okkur bara daginn eftir inn í greiningadeildina. Það er mín fyrsta skref síðan ég að vinna sem hagfræðingur. Einmitt. Og það er svolítið í samstarfi, þú varst að segja mér hérna fyrir spjallið, að Ásgeir var bara svona smá mentor fyrir þarna á þessum tíma. Já, hann byrjaði hægt og rólega, fór ég að vinna meira með honum og fleirum, hann í greiningadeildinni og Ásdís Kristjáns hjá Samtök Atvinnurekenda, önnur manneskja sem kendi mig gríðarlega mikið og bara mikið frábæru fólki og góð reynsla. Ég var algjörlega segja, bara byrjandi í þessu heimi, þú veist, það tók mig alveg tíma bara, ok, hvað gera bankar, þú veist, og fasteignamarkaður, hlutabréfamarkaður, skuldabréf, hvað er það, þú veist, þetta var svona, það kemur bara, en þetta er bara opaslega mikið learning by doing líka, þú veist, í skólanum lærir eitthvað stöf, á vinnumarkaðunum það er að gera annað stöf. Já, svolítið þannig, sko. En manían sem oft held ykkur þig, var hún að náður að channela henni inn í hagfræðina? Já, sumarið sem ég byrjaði í Kaupþingi, þá bjó ég í Kaupþingi. Já, ég var bara þar. Okay. Og ógeðslega gaman og svolítið skemmtilegt. Ég var aldrei farin heim fyrir þú veist að vera 8-9 á kvöldin og var líka, það var svolítið þannig stemning hjá því fyrirtæki, það var Kaupþingi svona og bankarnir kannski allir á þessum tíma að þú veist, þetta var svona það var stemning, skilur. Já. Og en ég segi, ég var náttúrulega bara að læra að verða greiningar aðali og var að læra Ásgeiri og læra mínu samstarfsfólki og smá saman einhvern veginn fer ég svolítið að finna mitt sérsvið sem var fasteignamarkaðurinn og ég skrifaði það í BS-verkefninu og fór að greina atvinnuhúsnæði og greina íbúðarhúsnæðismarkaðinn og svona, það liggur vel við mér. Já. Fljótlega, finn það. Þannig að þú ert heima í Kaupþing 2007, það er ekki laust að spyrja hvernig svona, þú upplifið þá hrunið og þú veist, ég menna þetta eru áhugaverðir 2 tímar sem að þú farið að upplifa þarna. Já. Og þú ert alveg inn í bara einsta hring. Já. Sko það er alveg sumarið 2008 ég er kannski ekki alveg inn í einsta hring en og það er svona langt frá því reyndar en ég finn sumarið 2008 að það er eitthvað skilur, veist, og það er eitthvað veist, það er eitthvað svona skríti orka í loftinu sko. Og síðan alltaf eftir á hefur verið skrifað mjög mikið það og margir betri sérfræðingar því en ég sko. En ég var vissulega bara að vinna mína vinnu og gera mína greiningar sem stóðu alveg í getum þetta allt saman og nokkuð neginn sérstaklega á eignamörkum eins og fasteignamarkaðunum, atvinnuhúsnæðismarkaðunum, en þú veist, ég ætla ekki að ljúga þér auðvitað, hafði ég ekki hugmynd að bankakerfið væri að barmi hruns en að því sögðu náttúrulega svona eftir á að hyggja og ég reyndi að teka ákvörðunum það í ágúst að hætta og fara í meistaranám í Stokkólmi. Þannig að þú byrjaðir í mastersnáminu áður en að allt hrinnur. Já, þannig að ég bara labbaði til Ásgeirs og sagði Ásgeir, búið að frábært að vinna með þér en ég ætla að fara og fá meistaragráðu í háskólanum í Stokkólmi, bara takk fyrir og bless. Og hann var svona smá hissa
en ég bara lit vaða og síðan fylgdist ég bara með hruninu úr bara fjarlægð og ég upplifði ekki, þú veist, hrunið eða þetta efnahagsáfall sem þarna dundi á, ég upplifði það ekki svona up close. Nei. Sem svona kannski skýrir okkur ég var svona hissa því ég kom heim, þú veist hvað þetta hafði mikil áhrif á þjóðsáluna einhvern veginn, þú veist, því ég kem heim byrjun árs 2013 5 árum setna. Já, það er svona lengi úti. Já, þá ég bara einhvern veginn að koma í eitthvað annað Ísland en ég að fara frá, sko. Fannstu það alveg? Ég fann það bara mjög mikið. Ég fann það, sko, það fór að koma til mín, sko, því að strax ég kem heim, þá byrjaði ég að vinna fyrir fyrirtæki sem heitir Gamma og ég ráði þangað, ég kennum Ásgeir reyndar líka og og það fyrir svona fljótlega rennu fyrir mér að nei, heyrðu, þetta aðeins breytt stemning hérna á Íslandi en hún var 2008 og það einhver svona aðeins meiri umtalsett meiri svona gremja gagnvart fjármálageranum en var hérna áður ég fór í meistaranum. Og líka þá meira heldur en þú upplifir út í Svíþjóð? Sko miklu meira. Á Íslandi sko svona mikil svona sko umræðu verslun og viðskipti sem oft á Íslandi oft sko mjög harkaleg og mjög óvægin og oft kannski ekki alveg rökum reist við líka umræðu ertu ekki að heyra til dæmis í landi eins og Svíþjóð. Vissulega, þú veist að það vantar ekki gagnrýnina og gagnrýnu umfjöllun en það svolítið svona á Íslandi oft eins og allir sem að stunda viðskipti sé einhvern veginn að reyna að svindla á fólki. Það ekki, ég held að ég sé alveg ótt að segja það ekki sami andi í því í nágrannalöndum okkar. Ég held að ég sé ekkert að segja fara með neinn fleipur þar, sko. En þú lítur líka að finna ágætlega fyrir það sem þú fer til fyrirtæki sem að var með svona heilt yfir, var fyrir svolítið aðkasti sem þú ert að lýsa þarna? Já, þetta því að þegar ég kem heim og ég bara ráðinn beint í Gamma og þá ég ekki hugmyndum raun og veru hvað Gamma sko. Ég bara veit að þetta voru vinir mínir sem ég hafði starfað með á sumir hverju ég kaupþingi áður og bara að gera skemmtilega hluti og með skemmtilega hugmyndir og frumkvæði að hugsa þetta upp á nýtt og starfa á smærri skala en einhverjum stórum banka og mér varst gaman að vinna þann frá degi 1, sko. Já, þú náttúrulega ert hagfræðingur ársins 2017. Já. Það ansi löng leið sem á fóst frá því að slúta kvara sig og síðan áratug seinna bara kjörinn hagfræðingur ársins. Hvað gerðirðu svona til að verðskulda það? Ég var að pissa á allir aðrir, sko. Ég var þannig að hissa, svo ég bara tala út frá mér. Ég fekk velunin að sögn fyrir bara mitt framlag til hagfræðirannsókna á fasteignamarkaðinum og en líka fyrir að hafa stigið ákveðin skref í tónlistariðnaðinum. Ég hef alltaf svolítið akta út frá því bara invest in what you know, sko, og þannig að ég hef alltaf bara unni heimavinnuna mína og það átti við greiningar mínar á fasteignamarkaðinum, alveg mikið greiningar mínar á tónlistamarkaðinum. Já, ég með tilfinningu en ég setti marga klukkstundir á bakvið þær ákvarðanir sem ég tók og þess vegna einhvern veginn ég mjög stoltur af mínum greiningum hjá Gamma og Kaupþingi og í öllum þeim fjárfestinga ákvörðunum sem ég hef tekið og þær standa. Eins hljóma kannski boring fyrir sumum en mér fannst þetta algjörlega fascinating stuff, sko. Líka það greiningarnar höfðu átt verið svo grunnar, sko. Og þú veist, það var eins og sella minninga, þú veist. Og þetta var oft svona bara svolítið verið að svona rispa á yfirborðið. Þegar ég var að gera greininga þá einhvern veginn bara fór ég inn í þær og bara
einhvern veginn var bara að hugsa um þetta, ég fór að sofa og þegar ég vaknaði á mótnana og ég var bara einhvern veginn bara endalist að pæla í þessu sko. Er einhver séns fyrir að koma eitthvað dæmi fyrir mér svo ég skilji betur hvað átt við með að þú varst að fara eitthvað aðeins dýpra heldur en aðrir? Bara einfalt, þegar við byrjum þá held ég ekkert eitthvað mörgum bara dottið í hug að fara bara að keyra milli og telja íbúðir. Já. Okay. Þetta hljómar einfalt en það hefði ekki gert þetta. Við gerðum þetta. Okay. Þið fóru djúpt. Akkur gera þetta enginn? Ég get ekki svarað því. Kannski var bara ókósi að vera hann á skrifstofu. Já. En við viltu vita sannleikann? Prófa bara að fara í bíltúr. Skilur? Já, það tekur svolítið tíma en veistu hvað? Þú varst allan að vinna með raunveruleikann. Ok. Já. Sko, hagfræði, tónlist, tvennt sem þú ert búin að mastera þarna. Þetta sameinast síðan, talandi að bara að gera hluti byggðu á bara, hvað sem what you know, invest in what you know. Nákvæmlega. Það er alltaf það sem ég að predika. Einmitt, leiði þetta ykkur ekki svolítið snirtilega að bara Alda Music? Jú. Hvað er það eiginlega? Alda er útgáfufyrirtæki sem ég stofna með Óla Arnalds og og 2 öðrum vinum árið 2016 og þá er það raun og veru tónlistarfyrirtæki sem við bara ákváðum að stofna og hugmyndin er eiginlega frekar einföld sko, út af að hún er þannig að þú ert með tónlistarbransa og það eru einhver svona tækniumbreytingar sem átt sér stað í þessum tónlistarbransa og raun og veru var bara þannig sé búið að setja bara punktin aftan við tónlistarbransan 2005, 6, 7, 8 Já. Bara Já, og það bara búið að segja, veistu hvað bara þessi leikur hún er bara lokið sko. Og gefa út það nú eru bara allir að vera í sjálfsútgáfu og við erum ekkert ætlast til þess að fá neitt greitt fyrir upptökurnar eða sölu og tónlist, við bara túrum og þetta voru raddir sem voru bara mjög hávarar og og umsvegaði miklar í umræðinni. Ég bjó út í Svíþjóðana 2008-2009 og þegar Spotify er að taka sín fyrstu skref og ég byrja einhvern veginn að prófa þetta og bara þá er bara Spotify bara, algjörlega nýbyrjað sko. Og náttúrulega sænst. Já, og en svolítið svona buzz í háskólum, ég var bara mikið að hanga með mínum samnefndum í háskólum í Stokkólum og þau voru bara, heyrðu, ertu búin að sjá hana Spotify og ertu búin að tjekka þessu og það var engin, þá er Spotify það er langt á Spotify til Íslands og heila bara líklega opið í Svíþjóð og Noregi. En þú samt með, þú að testa eitthvað Spotify með vitandi hvernig tónlistarbransin virkar. Akkurat, ég er bara svona streaming og ég er svona kveikið strax á svo streaming af mörgum ástæðum. Fyrsta lagi bara að þetta er svo rosalega convenient, þægilegt að nota, en í annars þá þessi pælingum að ætla bara að fara að safna einhverju nokkuð 1000 gigabætum að tónlist á tölvunni, það er bara einhvern veginn, það er bara dead end út í skurð. Einmitt, þú bara keyptir iPod eftir því hversu mikla tónlist þú ætlar að eiga inn á honum, það var bara starðirnar á honum hversu mikla tónlist þú ætlar að geyma. Þetta er bara ekki sustainable way forward. Þannig að streaming fyrir mér, það sem gögnin eru vistu annar staðar, það strax make a sense. Þá er ég ekki einu sinni búin að kynna mig greiðslumódeli mikið, en ég sé bara að Spotify stekka mjög hratt í Svíþjóð og ég sé bara alla nemendur í kringum mig bara að nota þetta og einhvern veginn bara elska þetta, samt var ekki mikið tónlist inn á þessu. Nei, einmitt, það voru nokkur artistar sem voru ekki þarna, bara Beatlarnir voru ekki inn á Spotify Beatlarna, það var bara ekki mikið inn á þessu, það var bara nokkur sænskir hip-hop-artistar og búið Já, ekki eins og kvarasi Nei, langt frá því, langt í frá og þannig að ég svona fyrir aðeins að fylgjast með og síðan fer ég bara að fylgjast með útgáfubransanum að það hefur bara verið mjög athyglisvert að sjá, þú veist, eins og Metallica og fleiri stór útgáfufyrirtæki taka einhvern veginn slaginn, taka rangan slag. Slagurinn er þessi, við ætlum einhvern veginn að stöðva þessar tæknibreytingar. Já. Og nú verð ég aðeins að spóla áfram með nokkur ár þegar tækifæri kemur hjá mér og Óla Arnalds að búa til þetta tónlistarfyrirtæki, þá er hugmyndin að gera alveg þveröfugt. Við ætlum að vinna með þessum tæknibreytingum. Við ætlum að hvetja til streymis
já, það er lítið borgað fyrir streymið, vissulega í stóru myndinni, en það er allavega eitthvað til að byggja á og síðan á þessum árum síðan við stofnum Öldu þá hefur tónlistarbransanum vaxið fiskum hrygg allstaðar út allan heim og er nú svo komið að hann er bara nálægt því þegar hann var stærstur á 10. áratun. Þannig að streymi hefur algjörlega gerbreytt leiknum. Streymi er alltaf módel sem gengur út af það að því fleiri sem kom inn, því meira fá artistanir borgað. Og þó svo að Meyserson segja ýmislegt þetta allt saman en allavega spottaði ég mjög snemma að þarna var eitthvað rosalegt tækifæri í gangi og mér langaði að vera að hluta því og leiðin minni inn í það var að raunveru stofna Öldu Music með Óla Arnalds og byrjaðist að ferðalaga að gefa út og dreifa og trúa því að þessi menningaverðmætti sem tónlist eru að þau standi fyrir eitthvað áþreifanlegt value. Já. Út af því að mér gæðist ekkert sérstaklega mikið að þeirri framtíða sína að tónlistabransin verið bara ríkistöttu bransi. Ég trúi því státt að stuða að þetta sé bransi sem hafi value langt út fyrir okkar landamæri og langt út fyrir það að bíða eftir því að fá einhverja styrki. Ég hef engan áhuga á þeim. Ég áhuga að búa til eitthvað value og taka þetta á næsta skref, sko. Eitt sem ég er forritunum og ég veit að þú veist meira en ég veit ekki hversu mikið en er Bubbi hjá ykkur hjá Öldu Music? Bubbi er Öldu Music artisti. Þannig að hann er bara þið eru útgáfu fyrirtækið hans en ég heyrði og ég veit ekkert meira þetta en bara þetta að Bubbi þegar hann skrifaði undir við hvað senu eða hvað skífan mögulega? Nei, Bubbi hefur verið hjá öllum útgefendum síðustu 40 árin sko. Ég er að tala eitthvað svona tímamóta díl sem var held ég bara fyrst í plötusamningurinn eða eitthvað svoleiðis. Já, ég held ég veit ekki hvað þetta tala en ég held þú sérst að tala dílinn sem Bubbi gerði við Sjóvá. Sjóvá? Já. Nei, sko, ég var að tala eitthvað útgáfudíl þar sem að hann var ótrúlegur fyrir þær sakir að hann samdi 50-50. Já. Að hann myndi fá 50% og útgefandinn 50%. Já. Sem ég held að ekki verið Sjóvá. En hvaða díl var það? Nei, það var reyndar tímamóta díl líka með höfundarétt. Já. Og Alda Music er ekkert í höfundarétti, sko. Nei, En jú, Bubbi hefur náttúrulega komið víða við. Já. Bubbi vinur minn, hann er ýmsa fjörun og sopi í þessum málum eins og öðrum og en hann já, ég meina, Bubbi er náttúrulega þú veist, það er enginn eins og Bubbi. Það er bara, hann hefur séð allt. Og ennþá, þú veist, bara top of his game. Einmitt. Og ég hendi svo fram út af því að sko þarna er hann að semja í þessum díl sem að ég held að væri til en þá er hann að semja við útgáfufyrirtæki og þau eru reyna að gefa út, selja diskana og allt svoleiðis. Hvernig er það fyrir hann síðan að semja við Öldu Music, hvert er ykkar hlutverk? Ef þetta fer allt bara inn á Spotify, hvað gerir Alda Music fyrir Bubba? Sko, Bubbi er Öldu Music artisti og við erum útgáfufyrirtæki hans. Það þýðir að við reyndar Bubbi selur fullt af vínplötum og diskum sko, en þá Það er ekki gegnum ykkur, eða? Jú, það er gegnum ykkur. Allt er gegnum okkur, sko. Og við gerum bara allt það sem hefðbundi útgáfufyrirtæki gerir í tilfelli Bubba. Já, Meina, við erum líka útgáfufyrirtæki eins og var hjá mér þegar ég var í Kvarasi, það er, þú veist, bestu viniðin í hvað tónlistastefnu þú ert að fara inn í. Það er, þú veist, skiplegum með þeir upptökunar, þú veist, það kemur tillögur kannski hvaða lög að vera á plötunni, hvaða lög ekki að vera á plötunni. Það er ákveðin leikmaður við borðið með artistanum. Þetta er náttúrulega gríðarlega mismöndi eftir artistum, vissulega. En samstarfið við Bubba allavega sem hefur verið ótrúlega skemmtilegt og ríkt og við höfum gert frábæra plötu með honum Reppum stræti og síðan sjálfsmynd og náttúrulega og pössum upp á hans gömlu plötur, allar sem eina. Já, og það, þeir eru með eigið höfundarétt á... Ekki höfundarétt, við erum útgefundir hans og höldum utan hans katalóg. Ok. Alla.
nú er bara forvitin og út að við erum að tala Bubba, bara lag eins og Ástrós, þú veist, þegar það kemur út, ert þú einhvern veginn með í ferlinu á bara þegar þetta lag að vera til og þú veist, þú ert líka svona analytical gaur, sko, þekkir tölurnar og hagfræðan bak við þetta, eins og með bíómyndir þegar það kom út, það er bara búið að reikna út hversu mikið er að fara að þéna og bara fyrstu opnunarhelginni og síðan restina og þú veist, þá sér allt hvernig tekjuflæði verður á þessu, þú veist, hvað með eitthvað bara svona hittara sem að Bubbi gefur út núna, ég meina, þú veist, eftir 40 ári í bransanum og, þú veist, ert þú var við að hann er að gera þetta lag Ástrós og síðan slæra það í gegn, hvernig er þetta frá þínum bæðadyrum séð? Náttúrulega, Bubbi er artistinn, hann er mótorinn, hann er kreatorinn, þetta kemur allt úr haustum og honum. En hann kemur á skrifstofuna með kassagítarinn, spila fyrir okkur lögin, hann spila Ástrósu fyrir mig bara söng það sjálfur. Já. Ég heyrði það bara demo og ég sagði við hann, þetta er frábært lag en djöfull er þetta dökku texti og hann sagði þetta er hitt, hann var alveg samfærður um það og hann hafði rétt fyrir sér. Ég sagði aldrei þetta er ekki hitt en ég sagði þetta er ansi harkalegu texti en við elskuðum og það elskuðu allir lagið alveg frá fyrsta tón til að síðasta en svona er þetta bara með allt það sem Bubbi gerur og ekki bara hann heldur fleiri katalógartistar, nýjir artistar yngri artistar við erum bara í þessum heim með þessu fólki. En segir þú ekki þarna, herru, þetta verður að nú býðum við eftir að þú klárir plötu og þá kemur þetta út, er allt í lagi að henda út einu svona lagi? Við komum sko, Ástrós var gefin út þegar platan kom út. Já. Og við komum bara með okkar bestu ráð og við erum alltaf með teimi af fólki og sem stiður við listafólkið og fer yfir markaðsáætlanir og gerir plön og þetta ákomum þarna og þetta ákomum þarna og bara það sem útgáfur þetta ekki gera. Við erum leikmenn í þessum heimi með listafólkinu og reynum að einhvern veginn að hámarka þeirra impact sem þau hafa á sitt audience og helst að vinna nýtt audience og það getur verið alls konar. Við erum með allar tegundir, við erum með gríðarlega fjölbrettan hópa að listafólki í okkar snærum og frábært teimi. Ég er svolítið forvitin bara hvernig streymi virkar og þú líka ert auðvitað bara búin að pæla þetta alveg í gegn en eins og þú veist að tónlistarmaður Bubbi sitja heima á sér, sé að semja er með einhvers konar bara þú veist, listamaður að guðsnáð bara getur búið til svona lag út frá því bara að hugsa og vera með eitthvað með einhvern kassa með einhverjum strengjum fyrir fram að sig og hans vinna bara ævistarf er að búa til svona tónlist og síðan gefur hann út og svo sem þénar mest á því er bara eitthvað eigandi Spotify. Þú veist, hvar heldur að það verði eitthvað barátta fyrir meira réttlæti í streymisbransanum en samt sko, mér finnst það svo góða punktur hjá þér og þú sagði mér áður að byrja að taka upp sko að tónlistarbransan var bara hruni komin að þegar fólk var að byrja að torrenta og downloada að streymið þó svo sé einhverju vankantar á því þá er það samt bara eitt af besta sem hefur komið fyrir tónlistarbransan. Skilur þú samt hvað er að fara með þetta að þú veist að þetta sé best fyrir eigendur Spotify að Bubbi gefa út vinsælt lag? Ég skil hvað þetta fara og þetta er náttúrulega eitthvað sem ég hef alveg heyrt nokkur sinnum áður og sko finnst mér að tónlistafólki að fá meira borgað, já, mér finnst að ég að fá fullt meira borgað og finnst mér að Spotify geti gert betur, já, mér finnst það. Aftur á móti svona tveir hlutir aðalega og í fyrsta lagi er að hverjir eru það sem njóta góðs að því að áskriftargjöldin hjá Spotify eru lág. Það er neytandinn. Neytandinn er rosa ánægður. Hann fær alla tónlist í heiminum fyrir rúmlega 1000 kall á mánuði og gildir einu hvort að sé að ræða glænýja tónlist, gamla tónlist, allt milli heim og sérðar. Þetta er allt á Spotify. Þegar ég var að alast upp þá keypti ég örugglega tónlist fyrir sko 100.000 á ári. Núna borga ég 15 kall á ári fyrir allt. Er það réttlátt? Hver er njóta góðst af því? Spotify er ekki með hagnaði, hefur aldrei verið ekki með hagnaði. Er það málið? Já. Það er neytandinn sem fyrir hlæjandi alla leið í bankan. Sami neytandi og kannski kemur síðan og segir, heyrðu,
þetta nú alveg ömurlegt hvað Spotify er að borga tónlistamönnum lítið, bara lítuðu nær neytandi, þú ert ekki að borga neitt fyrir þessa tónlist. Ég heldur reyndar að Spotify geti auðvitað hækka þessi áskriftargjöld og mín skoðun er að þau ætti að gera það og mín skoðun er reyndar svo að þau munu gera það með tímanum, en það er náttúrulega hörku samkeppni í þessum heimi og þau eru að keppa á Apple og keppa á Amazon og svo leiðis. Þannig að síðan er hitt að mér finnst að spóla aftur svona 12 ára aftur í tíman þegar útlitið bara var ansi hreint dögt og það að Daniel Ek hafi fundið upp forrit, nota streaming sem í dag hafi gjörbreytt leiknum til eins betra. Mér finnst hann bara, og þau hann hjá Spotify eiga líka hróskilið og með því er ekkert eitthvað að taka alla ábyrgð að þeim að þau eiga að koma vel fram í tónlistarsamfélagi, þau eiga að gera það, en það er líka hrósaðin fyrir það sem er vel gert og Spotify er bara askuti flott forrit. Algjörlega, ég bara tek heilsugur undir þetta og náttúrulega út úr því að ég bara fer frá því að stela allir minni tónlist yfir að byrja að borga fyrir hana og bara sjálf viljur, ég var ekki þvingaður til þess. Einmitt. Það er alveg ótrúlegt að ná að taka þetta skref sko. Ég meina markaðurinn leysti þetta vandamál og markaðurinn leysti þetta vandamál vel. Þú veist, svo mikið að núna er velta á heimsvísu í tónlistarsölu að nálgast það sem best var á 10. áratunum. Það, ef þú hefur sagt það við einhvern fyrir 10 árum síðan, þá hefði að sáinn sami bara sagt, þú ert ekki í lagi, sko. Því að útlitið var svo dögt og en þannig að þetta eru góði tíma og ég held eftir á hyggja svona, við erum að lifa einhvers konar gullöld tónlistar og nú er ekki að tala um hvort einhver tónlist sé góð eða slæm, ég bara tala um í svona frambóði, fjölbreytileika og þetta veldu. Já. Hvað finnst þér hvernig er einhver dæmi um það að artistar hægi tónsmíðum sínum eftir viðskiptamódeli Spotify? Já, alveg ótrúlega mörg dæmi um það. Hvað sjáum við þar? Ég meina maður bara ég vil sé þetta er mjög fyndið sko, að maður sé það var eitt mjög fyndið einhverjum ári síðan, það voru einhver random artistar út í heimi að skýra lögin sín svona íslenskum siguróslega nöfnum sko, og það voru svona eins og einhver gervigreind hefði gert lögin sem var örugglega málið sko. Og þá var bara keppnin að koma einhvern svona íslenskt samdandi lögum á stóra playlista og græða einhvern seðil sko. Já, einmitt. Og þannig að Spotify býður upp eitthvað allt annað landslag í svo allir saman og sumir semja bara beint ofan í playlista og jafnvel eru dæmum það að Spotify sjálft hefur haft aðalega á sínum snæðurum að semja inn í sína playlista. Já, einmitt. Og fyndin dýnamík maður. Já, þú veist, það er alls konar í þessu, en ég held þú Spotify, tónlist var bara fyrsta skrefið, podcast eru skref 2 og ég held að þetta verði einhvers konar markaðstorg fyrir digital vörur, bara alveg sama hvað það er í framtíðinni. Já, ekki bara podcast sko, jú, bara podcast, en þú ert núna sko með bara, út af við vorum að tala um Joe Rogan áðan, þú veist, þeir eru byrjaðir að æfa það að þú getur svissað seamlessly á milli hljóðs og vídeos, þú getur bara opnað Spotify og það er að horfa á podcastið, síðan slekkur á Spotify þá heldur það áfram að spilast, þú veist, ef þú byrjar að æfa neytandan í þessu og hann er orðin, byrjar að fíla viðmótið, þá er nú ansi margt sem hægt að gera þetta inni. Einmitt. Sko, ef þú hlustar á svona viðtöl við forsvarsmenn Spotify, þá byrjar mjög fljótt að skynja að þau eru bara í fasa 1 ennþá. Okay. Þau eru bara svona, þú veist, ég veit ekki hvað sem sé komið 300 milljón áskrifundur, þau ætla að slá milljarðinn, sko, þú veist, það er markmið og það er allir rembast þessu rjúpa með stöðurinn að fara inn á þessi, þú veist, markasvæði í Afríku og fleiri, það sem er mjög mikið af fólki, borgar auðvitað lægri áskriftagjald og borgar oft öðru sem er þessum prepaid símkortum og annað, en þarna er það sem sóknin er þarna. Getur þú sett hans í samhengi, veistu hvað eru margir sem eru með Netflix eða? Ég held að það sé svipað. En hvað með næstu tónlistaveitu á eftir Spotify?
það mun vera Apple. Og hvað eru þeir í? Það umtalsvert minna. Já, það ekki? Spotify risinn? Já, Spotify risinn og Apple aftur á móti eru stærri á svona stökum markaðsvæðum, mjög sterkir í Bandaríkjunum, sem Apple brandið er sterkt. Þeir eru ekki neitt á Íslandi. Nei. Og kannski verða það eitthvað, ég veit það ekki, en fyrir mér sko, þú veist, þetta eru bara miðlandir. Þú veist, fyrir mér er contentið aðalatið og svo sem heldur það er það sem sko spennandi spacið sko. Að búa til og framlega content. Og spennandi spacið, svo spennandi að Universal sýndi mikinn áhuga á Öldu og hvað gerir síðan? Já, það er svona, hefur tekið svolítið tíma, en jú, það bara svona var að gerast núna síðast ári, í lok síðast árs, þá var gengið frá sölu og Öldu til Universal Music. Getur aðeins sagt mér bara hvað er Universal Music fyrir þá sem ekki vita? Universal Music er stærsta tónlistarfyrirtæki heims með ótal marga artista á sínum snærum, eins og Billie Eilish og Justin Bieber og bara alla þessar stærstu. Í heiminum eru 3 stór tónlistarfyrirtæki, það eru Universal er 1, Sony Music er annað og Warner Music er 3. Þetta eru svo kallu major labelar, þau starfa á flestu markaðsvæðum í heiminum. Þá oft segir að þetta séu majorar, meðan smærri fyrirtæki eru oft skilgreindi fyrirtæki sem starfa bara á einu territory. Þá eru náttúrulega majorarnir með mestu peningana og mestu tækifærin til að markaðsetta tónlist. Það bara tók samtal með okkur í byrjun síðast árs og sem tók svona fljótlega á sig þær myndir þá mynda að stíga skref til fulls og einstakt og ómetanlega tækifæri í íslenska tónlistabransa að veru exporta sitt talent með markvissara hætti en áður hefur verið gert. Málið er að ef þú ert lítið land og ef við erum lítið fyrirtæki í litlu landi þá er eina leiðin til að vaksa þér út. Og já, og við hefum heyrt þetta oft. Við hefum vissulega heyrt þetta kannski oftar en við höfum tölu á. En það er kannski bara út í að þetta er satt og ég á erfitt með að hugsa annað en hvernig ég get exporta íslensku talenti og stækka heiminn sem við búum við. Og því að við gleymum oft inn í þessu litla mikrokosmosi sem Íslandi er. Við erum ekki lítil, við erum örlítil. Og það er ekki þar með satt því sem eitthvað glötuð, en staðreyndin svo við höfum alveg ótrúlega margt að bjóða í músiklegu quality fyrir önnurlönd og þessi stutt að saga okkar sýnir það bara. Akkur erum við ekki að gera þetta með markaðsværi hætti? Erum við að býja eftir einhver ríkisstofnun gerir þetta? Nei, ég er ekki alveg að sjá make sense í þeirri leið og ég held að leiðin áfram til að gera þetta með markaðsværi hætti er svona. Vinna með þeim bestu, vinna með þeim stærstu og vinna með þeim öflugust og sjáum síðan hvað gerist. Er Bubbi þá núna sænaður við Universal? Já, hann er það. Það er stórt. Þannig að Universal ákvað að byrja að vinna með þeim stærstu líka? Já, nákvæmlega. Vinna með Bubba og vinna með öllu þessu frábæra tónlistafólki sem er hjá Öldu. Bubbi, út af bara fyrir algjör slistni er ég búin að vera nefna hérna á fullu en er hann... Varst það að sjá sýninguna kannski? Já, ég var að sjá hann að nýla. Hún er svo góð. Já, frábær sýning, bara alla staði. Já. En er hann mest streymdi tónlistarmaður Íslands? Já, hann er mest streymdi tónlistarmaður Íslands ár eftir ár. Í alvörunni? Já. Þetta er ótrúlegt. Þetta meikar engan sens. Og ef ég man rétt, 3. mest streymda lagið á Íslandi í fyrra. Ástrós. Já, Ástrós. Magna. Hann er búin 40 ári í bransanum og er enn top of his game og ekki bara nóg með það heldur líka bara að selja mest af öllum artistum. Það nú við fáum svona gæja eins og Bubba á 100 ára fresti, kannski. Og og við skulum bara vera svo þakklátt fyrir að við eigum Bubba hérna í Íslandi út af því að þessi gæi hann er bara gjöf
já, hann er Bubbi, við þekkjum öll Bubba og þetta eru margir Bubbar og við þekkjum það allt en ég hef haft svo góða reynslu að vinna með listamannum Bubba og það var einmitt daginn sko, það var mánudagsmorgun grenjandi rigning janúar skammdegi og maður svona, hérna byrja ennurinn vika ég fer í vinnuna og 9:30 kemur Bubbi, skellir hurðum og ég verða að spila eitt fyrir þig hérna hann sest niður og fer með ljóð eftir eina ben fyrir mig og sagði ég ætla að gera lag við þetta og ég hugsaði bara já, heyri nú mann ég þetta er ástæðan fyrir ég er að þetta er svona gaman ég fæ hérna Bubba Mortens að flytja fyrir mig ljóð í morgunsárið á degi sem ég hélt leiðilegur þetta er ástæðan það geður ég ætla þetta gott hverju fleiri eru hjá Alda eða Universal eru svona þjóðþekkt nöfn það eru náttúrulega bara við erum með Bríeti í dreifingu og fleiri bara, við erum náttúrulega með endalaust, núna manni ekki eftir neinum en við erum bara með marga af þessum stærstu við bara fengið við sænum GTRN á sínum tíma og gáum tennar fyrstu plötu og við erum með mjög mikið skemmtilegu svona up and coming krökkum eins og Daniel er einn sem er mjög flottur rappari tónlistarmaður geðu ykkur artisti ég vil ekki vera að tellja upp því að mólka ég ætla hina sko ekkert stress á því, ég er bara svona að hugsa hvort þið séu alveg með stóra hlutdeild á markaðinum við erum bara með rosalega fjölbreyttan og frábæran hópa eldri og nýri listamenn og þetta svissast núna yfir í bara Universal, það er bara nafni sem tekur yfir við munum heita áfram Alda ennum sinn og hérna en við erum 100% eigu Universal Music við erum núna bara að fara í þann fasa að sjá, núna er bara ný stað upp á þessum markaði við getum boðið okkar listamönnum betri kjör við getum boðið meiri möguleika og loksins erum við að vinna í alþjóðlegu markaði og þú mátt ekki gleyma því leið þú setur lag á Spotify og það er margir sem kannski átt að segja á þessu það þú ert leið á global markaði þú bara settir lagið á Spotify þú ert komin á global markað það er að hlusta það í Kóru, Ástralíu og Argentínu ok fyrir einhverjum árum síðan þá heyrði maður svona þá þróun útgáfufyrirtæki úrelt og bla 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 við erum hvort á global markaði hver er þróunin orðið? Hún er orðið allt önnur útgáfufyrirtæki hefur elst Er það staðan? Já, það er staðan, já. Okay. Og þau var elst gríðarlega. Já, ok. Ég hef alveg getað haldið ég ekki skoða að vera eitthvað smá skarð. Þetta var mikið sagt á sínum tíma en þessi þróun hefur ekki gengið eftir. Okay. Staðreyndin svo að framboð efni hefur vaxið í veldisvexti. Þannig að það er orðið svo mikið að til þess að standa upp úr þessu global frambóði þá þarftu að starfa með öflugustu aðilunum. Og það sem reynur þessi major labeler svo kvöldu, það sem þeir bjóðu upp á. Þegar þú segir við í þessu, það hljómar eins og þú sért ekki það sé ekki verið að kaupa þig út og þú sért að þakka fyrir og pakki töskur. Ætlar að starfa áfram í þessum bransa? Já, Universal fór fram á það að ég myndi stýra fyrirtækinu áfram og ég bara hef fallist á það og bara hlakka til að takast á við þær áskorunir og með nýju eignarhaldi koma ný tækifæri og þetta er uník tækifæri íslenskri tónlistarsögu sem við höfum fengið. Mun það taka tíma? Já, það mun taka tíma. Mun taka tíma að fíntjúna okkar nálgun? Já, tekur smá tíma en ég er samferður að við erum að fara að gera hluti sem aldrei hafa sést áður. Og ég er þokkalega viss í mínu sök og ég er ekkert alltaf viss í mínu sök en ég er viss í mínu sök þessu. Gekkja. Sölvi Blöndal, búið að vera geggjað að tala við þig og heyra allar þessar sögur og bara útskýringar á mismunandi brönsum og kemur víða við. En mér langar samt að spyrja þig út af því þú nefndir það í byrjun þáttarins að þú værir meira andlegur en þú gefið út fyrir að vera. Hvað er svona einhver mantraða ráð sem þú hefur gengið eitthvað sem þú tilengað þér sem hefur reynst vel bara í gegnum lífið og ég veit að þetta er risastór spurningar en mér langar bara svona að reyna aðeins að draga þinn á andlegu nótunar áður en að ég kveð þig. Já, takk fyrir það. Ég tala ekkert eitthvað andlega hluti við alla og
og reyna að fara svolítið fínt með þetta. Ég meina, þetta náttúrulega þú veist kannski ráðin eru kannski og ég allavega það sem ég reynt að operata eftir að þú veist, hver eru mín prinsip, hver eru mín gildi og viðskipti eru svolítið svona eins og leikur sem getur stundum vera harkalegur sko. Og það eru samkeppni og það eru samkeppnisaðilar en þetta, maður má ekki gleyma þetta er leikur. Það er engin að deyja og það er engin sjúkdóma, það eru alvarlegir hlutir. Það eru raunverulegir erfiðleikar. En sko í gegnum þetta það er alveg við að búast að það gusti maður er að keyra hugmyndir í gegn eða stofna fyrirtæki eða fara í samkeppni bara, en ef þú veist svolítið fyrir hvað þú stendur og gerir þín uppgjör í lok hvers dags, hvernig voru samskipti mín, er eitthvað sem ég þarf að bæta fyrir, hvernig er ég á heimilinu, er ég skapandi gæinn, er ég að hlusta, er ég til staðar, þá er það gull inn í það að mæta daginn eftir og takast á við þannig leik sem viðskipti eru og þetta er leikur. Þurfum ekki að taka þetta of alvarlega. Við verðum að taka þetta alvarlega en við megum ekki gleyma að þetta er leikur. Þetta er ekki og gildin eru það sem skiptir máli. Ég veit. Fyndi hvað maður einhvern veginn á það til að hvað maður sko allar ár renni áttina því að taka öllu of alvarlega og bara það er svona eitthvað svona svartól sem tekur yfir mann sko. Já, meina ég viðkenni allra manna fyrstur að ég er keppnismaður, gríðarlegu keppnismaður og ég stundum fer fram á mér en ég hef lært að taka sjálfa mig í tjekk og það eru svona ákveðin aðferð við það og finna einhvern að tala við sérstaklega við strákar sko. Þú veist að við svona þú verður ekki að tala við einhvern hvernig þið líður og hvað er að fara í gegnum hugan og hvernig maður uppgjöra hvað þú vilt kalla þetta er versta sem við getum gert er að geyma þetta inn í haustum maður og leyfa svo svolítið að bruggast þar sko. Það á ekki að gera og þar verður þú veist að svolítið skrítum okkur mannfólk sko þegar þessi endalösi samanburður sem við erum alltaf ígakvart öðru fólki, þú ert með allar upplýsingarnir þig núna. Ég var að hitta þig, mér líka vel við, út fýtt gæi, en þú veist allt þig. Síðan sér þú mig og það er alveg öfugt. Síðan ert þú að bera þig saman við mig, en þú veist bara yfirbörðað mér, en þú ert að bera þig saman við allt sem þú veist þig. Og þetta er svo ójafn leikur að þú getur aldrei komið vel út úr þessum leik. Þannig að það er eðlilegt að bera sér saman en maður á að fara askuti varlega í það sko. Akkurat. Þetta er eiginlega leikur sem þú ert alltaf að fara að tapa. Og aftur sko, bara samávís aðan og einhvern veginn enda maður alltaf á því að bera sér saman við eitthvað, eins fárlegt og það er sko. Það bara, þú veist, varist samanburð en maður bara fyrsta sem maður gerir sko. Varist ósanngjarnan samanburð. Já, einmitt. Og mér finnst gott að fá inspiration. Ég fæ inspiration á ólíklustur hlutum. Þú veist, ég fæ innblástur úr bara fólki sem ég er að vinna með og þú veist eins og bara í öllu svo æðislega fólki sem ég hitt og starra mikið tíðina, sérstaklega veist, í þessum fyrirtækjum sem ég hef starfað, þú veist, bara alltaf að fara að finna eitthvað frábært sem þú getur lært af og ég reyni alltaf að læra af fólki. Þú veist, lífi er ekki eitthvað svona, þú veist, þetta komið. Ég er svo alls ekki þannig sko. Ég þarf alltaf að finna eitthvað nýtt til þess að takast á við. Og bara fannst að skýrast þetta dæmi með bara háskólanámið eftir Kvarasi-ævintýri. Það er bara túra Bandaríkin og Japan og síðan bara mæta með verslingunum á skólabekk. Já, ég meina það var æðislegt. Svolítið erfitt með það var en samt ekki erfitt. Þetta er ekki erfitt. Þetta er bara nýtt challenge. Þú veist, og það við finnist eitthvað erfitt. Það er að segja þér að þú sért að þroskast og læra. Þú veist, maður má ekki gleyma því. Þú veist, þetta er ekki
erfiðleikar, og það er tala svona erfiðleika að mér finnst erfitt að læra eitthvað nýtt eða þetta próf eða þetta verkefni í vinnunni, þú ert að vaksa núna. Þarna ert að vaksa, finnur það ekki? Þarna eitthvað æðislegt að vera til, þetta verða betri útgáfa sjálf þér, sko. Þannig að, já, ég svona kannski smá feimin með þessi andlegu mál en ég finn kannski að mér finnst gott að tala og ég held að það sé líka mikið þannig að er eitthvað svona finnir fyrir eitthvað svona skammar og að vera að ræða þetta en síðan þetta bara in the end heyrir maður alltaf af sögu bara fólki sem bara gat ekki meir brotnar og byrja síðan að pæla hugsa sinn gang og sérstaklega bara þú kemur úr fjármálageirunum ég gæti alveg ímynda mér að þú veist tala á hana bara svona tala hlutina og svona veist, það svona kannski svipa gildi og í sjómennskunni í fjármálageirunum að þetta eitthvað bara if you're making money það er nóg sko. Það svolítið þannig og auðvitað svolítið svona já, getur verið svolítið svona harkalegt og það kannski ekki vinsælt þar að vera að tala mikið hvernig mann líður en þá þarfst að finna ykkur annar staðar til þess að tala það við, sko. Þú veist, við erum andlega verð, við getum ekki flúið það á okkur líð einhvernig og ég reynir svolítið að vinna með það að acceptera já, þetta, þú veist, og þessi tilfinning, ótti til dæmis, ótti er mjög algeng svona tilfinningaviðbrögð. Ótti getur oft leitt til reiði og þegar óttaslegin er reiður, það er bara eins og þú sért með sko helmingin IQ-nu sem þú ert venjulega með. Þú er bara heimskari. Já. Þú tekur ekki lógiskar eða skynsamlegar ákvarðanir. Þú ert ekki að fara að miðla málum, þú ert ekki að fara að hlusta. Þannig að hvað er þá til ráða? Þá er ok, A, hvað segir skynsemi mér? B, hvað getum við gert til þess að leysa málið? Og þá ertu strax búin að jartengja þig í eitthvað svona reality, raunveruleikin, þú veist. Nei, heimurinn er ekki að farast og þetta verður allt í lagi. Þannig að það sem ég reynir svolítið, svona, þetta er mín mantra. Gekja. Þetta ég er mjög ánægður með hann endi, ég er mjög fegin líka að það var eitthvað á baku þetta allega dæmi, ég svona lét vaða bara til lokinn til þess að tjekka sko en ég hrættur að við varum að fara bara út á eitthvað hála nýs þarna. Nei, ég vona ekki allan. Nei, alls ekki. Sölvi Blöndal, þetta er búið að vera geggjað, bara 1000 takk fyrir spjallið og til hamingju með kaup Universal á Öldur Music. Takk fyrir það.